Komið sæl, ég bjóð okkur velkomin á 173. fundi sveitarstjórn Dalvíkur sem haldinn hér í stjórnsýsluhúsinu í Flóðadal. Áður en göngum til formlega dagskrá þá vil ég leggja til að fundargerð umhverfis skipulagsnefndar verði bætt á dagskrá. Það verður fjallað út úr fundarboði sem samþykkt því að fundargerðin verði tekin á dagskrá, gefur merki. Það samþykkt samhliða. Og eins leggja til að mál nr. 19/3/18 umsögn breytingu á lögum náttúruvernd lögum nr. 60/2003 verði tekin á dagskrá lögum 16. Þess vegna samþykki því að það mál verði tekið á dagskrá, gefur merki. Það er samþykkt lögum breytum atkvæðum. Þá göngum við til formlegra dagskrár og mál nr. 1 á dagskrá það er skrifstofuhúsnæði. En það er borist erindi frá sýslumanninum á Vesturlandi þar sem hefur óskað eftir að starfsmaður embættisins fái starfsaðstöðu á skrifstofu Dalvíkur. Og ég bjóða Ólaf Ólafsson, sýslumann, velkominn á fundinn til þess að fjalla þetta málið okkur. Komið sæl sömum og þakka fyrir að fá að taka þátt í þessum fundi með ykkur. Með mér á fundinum er Berglind Lilja Þorbergsdóttir sem er skrifstofustjóri fjármála og rekstrar hjá embættinu. Eins og sagt þá hefur sýslumaður lagt fram þá tillögu eða beiðni til sveitarstjórnar Dalabyggðar að sameinast skrifstofurekstur eða afgreiðslu á skrifstofu. Og hvatinn á bak við þetta eða rætur þessara beiðni eru tvíþættar. Annars vegar fyrir 2 árum síðan að þá tók samkomulag milli sýslumanns og sveitarstjórnar í Snæfellsbæ sameiginlega starfsmann. Aðdragandinn var sá þar að þar hafði langan tíma verið starfsmaður í hlutastarfi sem sagði starfi sínu lausu þannig að það var eftir smá starfshlutfall. Og við áttum talsama, ég og sveitarstjórinn það að við getum sameinast starfsmann á skrifstofunni sem væri jafnframt starfsmaður sýslumanns í tilteknu verkefni. Og við náðum samkomulagi það og að sögn hefur það gefist einstaklega vel. Sá starfsmaður hins vegar, hann er ekki starfsmaður sýslumanns, hann er bara starfsmaður bæjarins en gegnir tilgreindum verkefnum fyrir sýslumann. Þetta er önnur rótin. Hin er svo að, eins og við vitið, þá erum við með 200 fermetra húsnæði af leigu hjá ríkiseignum sem á allar þær eignir sem sýslumaður hefur til ráðstöfunar. Ég hef ítrekað leitað eftir því með húsnæði hér og annars staðar í umdæminu á að leigja minna vegna þess að við erum með alltaf stórt húsnæði. Það hefur ekki gott til ljóngurum og svarið raunverulega alltaf á þann veg, það er allt eða ekkert. Þannig að það er aldrei verið opnað á möguleika að leigja það sem við þurfum. Og þetta var til þess að ég finnst að koma máli á sveitarstjórnum þá hugmynd að starfsmaðurinn sem núna er starfsmaður sýslumanns verði það áfram með hvort við getum sameinast skrifstofu aðstöðuna. Og ég svolítið að íbúinn kemur inn á skrifstofuna, það skiptir ekkert öllu máli hvort hann er að koma með erindi sem á hann á borð sveitarstjórnar eða sýslumanns, það er alltaf tekið á móti. Og ef það er erindi sýslumanns sem starfsmaður sveitarfélagsins tekur á móti þá bara tekið á móti þegar það býður afgreiðslu starfsmanns sýslumanns og svo ámið. Það er að segja að menn koma aldrei þannig að læstum dyrum, alltaf tekið á móti erindi. Þetta verður starfsmaður sýslumanns áfram, það breytist ekki, það er þetta hálfa stöðugengið sem það verður. Og það hefur líka kostinn, fyrir utan þetta að hálfa starfi verður, það verður allir sami aðgangur á öllum þeim upplýsingakerfum sem við erum með nú þegar. Sem er alveg sami aðgangur og er í Stykkishólmi og annars staðar í Vesturlandi, það breytist ekki.
Einn annmarkinn á þessu fyrirkomulagi í Snæfellsbæ hefur verið sá að af því þetta er starfsmaður sveitarfélagsins, ekki sýslumanns, þá hefur Þjóðskrá ekki viljað leyfa að rafræn utankjörfundakosning fari fram í Snæfellsbæ. Af hverju? Ég þori ekki að svara fyrir það. Það er einhverjar svör álíka og þessi öryggisatriði og svo framvegis. Þannig að þar þegar utankjörfundakosning er farið fram þetta handfæra. Allt svona losnaði við með því að þessi áfram starfsmaður sýslumanns með raunverulega allan sama aðgang að við erum meðvinnstík. Það breytist ekki. Nú, þetta er svona í meginatriðum hugmyndin að erindi mínu til sveitarstjórnar. Með mér er eins og ég sagði Berglind Lilja og hún er ef það hefur spurningar í raun og veru þessi praktísku atriði, daglegu afgreiðslu, hvað felst í henni og svo framvegis, þá er hún manneskjan til að svara því. Ég er meira svona til að kynna hugmyndina og undirstrika það að það er ekki verið að raunverulega leggja niður starf hérna, eingöngu að leita samvinnu húsnæði og með þessum þá kostum meðal annars að íbúinn á ekki þurfa að koma lokuðum fyrir. Þetta er svona í bara stuttu máli inngangurinn og endilega komið með spurningar. Hverju sem vilja spurninga? Sýslumann eða starfsmann sýslumannsembættis þetta mál? Kannski aðeins. Ragnar? Er þá hugsunin svo að þessi 50 starfsmaður að starfið sem að sveitarfélagið er með, þetta verður viðbót við og það er kannski þá opnunartími eða eitthvað svoleiðis sem er það eitthvað hugsunin í þessu líka? Ég svara hérna. Komdu. Í útsetningu. Í raun og veru er þetta að hugsa sem viðbót. En mér skil opnunartími hérna sé frá hvaða 9 til 1 og hérna það er eitthvað sem við bara verðum að ganga inn í, opnunartíma hérna. Hann er þessi og eða bara lögum okkur. Hálfa starfi sem er unnið nú þegar það er unnið þannig að þetta sé 2 dagar í annarri vikunni og 3 dagar í hinni vikunni. Það er eitthvað sem við getum alveg hikað til og breytt. Ástæðan fyrir því við skiptum þessu svona niður í 2 daga og 3 daga er eingöngu vegna þess að starfsmann þarf að fara 70 km hverjum degi í starfi. Bara taka tillit til þess. En þetta er eitthvað sem ég er búinn að ræða þetta við starfsmanninn og þetta er eitthvað sem við getum skoðað. Þetta er eitthvað sem viðbót við starfi sem er unnið hérna, hálfa starfið, kemur þetta til viðbót. Mikið sem vilja taka til máls, spyrja spurningar. Kveður sér engin ljós. En það er hérna tillaga sem er svo hljóðandi að sveitarstjóra verði falið að ganga til samninga við sýslumann á Vesturlandi að starfsmaður embættisins fái starfsráðstöðu á skrifstofu Dalabyggðar. Samningurinn verði lagður til byggðar á til staðfestingar. Þeir sem vilja ræða þessa tillögu. Takk fyrir sem engin hljóð. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næsta mál á dagskrá. Það er mál nr. 2. Það er ársreikningur Dalabyggðar 2018 fyrir umræða. Og ég vil að bjóða Harald Reynisson endurskoðanda velkominn til að gera grein fyrir ársreikningi. Og til því, kæra sveitarstjórn, og aðrir gestir. Takk fyrir að
taka á móti mér og leyfa mér að koma og kynna fyrir ykkur ársreikning sveitarfélagsins. Þetta nú nokkuð svona venjum samkvæmt hvernig við förum yfir þetta. Við munum byrja á því að fara örlítið yfir ársreikninginn sjálfan, kannski rekstur efnahag og sjóðstreymi. Ég mun tala aðeins helstu breytingar sem hafa orðið á milli ára, en síðan munum við renna okkur yfir endurskoðunarskýrsluna. Þið eruð öll búin að fá útprenta einstaka endurskoðunarskýrslu vegna ársins endurskoðunar okkar á ársreikning 2018. Svo bara gefst tækifæri fyrir spurningar eða vangaveltur á eftir. En ef við kannski byrjum á því að fara aðeins yfir ársreikninginn. Það eru náttúrulega í endurskoðunarskýrslunni eru lykiltölur fjallað aðeins það. Þær eru settar í samhengi við fjárhagsáætlunina sem þið hafið samþykkt. En fyrir fram var ykkur sjáið rekstrarreikning ársins 2018. Ég ætla ekki að fara að þylja hverja einustu tölu sem þarna. En við skulum aðeins bara horfa á heildina og það þá svokallaði A- og B-hluti sem samstæðan í heild sinni. Þið þekkið að ársreikningur sveitarfélagi er skipt upp í tvo hluta. Það annars vegar A-hlutin sem annast svona þessi lögbundnu hlutverk og í því felst þá útdeilingin á skatttekjunum fyrir skólamál, menningamál og annað slíkt. Það í A-hlutanum, en síðan í B-hlutanum þá eru komin inn í þeim fyrirtæki sem eru með sjálfstæða tekjustofna og eiga að reka sig fyrir þá nokkurn veginn allavega á núlli. Það svona lágmarkskrafa. Ef við horfum hins vegar á samstæðan í heild sinni þá hefur orðið breyting á henni frá því að við vorum með ársreikning 2017. Breytingi felst í því að það komið eitt nýtt B-hluta fyrirtæki inn í samstæðuna sem Dalagisting. Og Dalagisting hafði allt svona þar til í ársbyrjun 2018 verið fyrir utan samstæðuna með þeim rökum að það væri einhverjar vangaveltur mögulega sölu á félaginu. Það liggur síðan fyrir og það kannski verður ekki af því og þá félagið tekið inn í samstæðu og þá kemur það inn sem séreining í B-hlutanum. Þetta hefur eins og það fyrir þess að það ekki breytt samanburðarfjárhæð vegna þess að þetta bara breytt mat. Þannig að ársreikningstölur 2017 eru eins og það birtast í ársreikningi sveitarfélags 2017 og var samþykktur þáverandi sveitarfélag. En það gerð grein fyrir þessum hins vegar efnahagsáhrifunum í skýringu 4 í ársreikningi og það gott að glöggva sig á þessum áhrifum þar inni. Það meðal annars haldbært fyrir sem kemur inn réttur 15 milljónir og fleira slíkt, sjáum það betur eftir. En heildartekjur samstæðunnar eru 930,5 milljón á árinu 2018. Þið höfðu gert ráð fyrir rétt rúmum milljarði í tekjur, en árið á undan voru heildartekjur samstæðunnar 895,9 milljónir. Meginmunur eða skýringin á þessu meginmun sem á milli tekna í áætlunum og viðauka að undir öðrum tekjum var gert ráð fyrir söluhagnaði upp á 120 milljónir sem ekki varð síðan af og þar af leiðandi að skýra svona megin fráviki. Laun og launatengd gjöld, það eru 487,3 milljónir samanborið við 490 milljónir tæpar árið á undan. Áætlun, þetta heldur lægra heldur en áætlun höfðu gert ráð fyrir. Sáum að segja lífeyrisskuldbindingar sem heldur lægra heldur en áætlun höfðu gert ráð fyrir. Og síðan annar rekstrarkostnaður, hann lægri heldur en höfðu gert ráð fyrir í áætlun, en hann eins og eilítið hærri heldur en að voru rauntölur 2018 eða 334 milljónir. Síðan skulum við vindum okkur bara þarna neðst í þetta og sjáum við að þarna inni tekjuskattur. Þetta kemur úr fasteignafélaginu Hvammi. Þar reiknaður tekjuskattur og svo hlutir minnihluta í afkomu samstæðunnar. Það gerð grein fyrir honum sérstaklega. Þetta þá hlutir minnihlutans í afkomum sem minnihluta eigenda í fasteignafélaginu Hvammi og svo minnihluta eigenda í Dalagistingu. Rekstrarniðurstaðan jákvæð. Í samstæðunni heild upp á 49,4 milljónir, samanborið við 61,3 milljónir, en menn höfðu gert ráð fyrir áætlunum með viðaukum að rétt 102 milljónir. A-hlutinn ekki líka með afgangi, hann nú nokkuð á pari bara við árið á undan. Heldur en áætlunum höfðu gert ráð fyrir þarna, ítreka ég enn og aftur, að hafa gert ráð fyrir þessum 120 milljónir söluhagnaði. Hann var inn í eignasjóði
og þar af leiðandi það í hafnum. Ef við vindum okkur síðan aðeins yfir í efnahagsreikninginn sem á næstu síðu, þá sjáum við að heildareignir sveitarfélags hafa vaxið allnokkuð eða telja 1.400 milljónir, samanborið við tæpa 1,2 milljarða árið áður. Fyrir því eru nokkrar skýringar, þeir eru búin að vera í framkvæmdum, töluverðum framkvæmdum í B-hluta-fyrirtækjunum, en ef við skoðum aðeins bara breytinguna sem að birtast í samstæðinni í heild sinni, að þá þetta stærsta breytingin í veitu- og gatnakerfum. Þar erum við með ljósleiðaraverkefnið sem í Dalaveitum. Þar fjárfestingin þar og það er gerð grein fyrir því í skýringu 9 nánar. Förum við það betur í endurskoðunarskýrslunni á eftir. Einnig ætla ég að vekja athygli á fyrirframgreiðslu til Brúar lífeyrissjóðs sem upp á 81,5 milljónir. Það er að langtímalutin, þar sem kemur til gjaldfærslu 2020 og síðan. Skammtímalutin síðan þarna niður á meðal veltufjármuna er 3,1. Þetta svo gjaldfærsla sem kemur til með að fara inn í launakostnaðinn hjá okkur hvert einasta ár allavega næstu 20 árin og svo það eitthvað aðeins minna næstu 30 árin. Þetta sem sagt það sem sveitarfélagið var að gera upp við lífeyrissjóðinn Brú og þið kannist eflaust við umræðunum sem var í kringum það og þannig gjörning í byrjun árs 2018. Förum nánar yfir það við kíkjum á skuldaviðmiðið og eftir hvernig þetta hefur svo áhrif á svona þær viðmiðunarstærðir sem eru notaðar við að meta rekstur sveitarfélaga. Óinnheimtar, þarna sjáum við byrðirnar, þær hafa minnkað örlítið. Þetta eru annars vegar efnisbyrðir í Dalaveitu sem ljósleiðarverkefnið og svo vatnsveitan eitthvað með örlítið af byrðum sem verða notaðar í framkvæmdir á árinu 2019. Óinnheimtar tekjur eru heldur lægri heldur en árið áður en undir óinnheimtum tekjum eru fasteignagjöld, útsvar og allar skatttekjurnar ykkar auk annarra þjónustutekna sveitarfélagsins. Þannig að þær hafa lækkað aðeins og þetta nettófjárhæðin, það er búið að taka tillit til niðurfærslunar sem mat stjórnenda á mögulegum töpuðum kröfum. Síðan sjáum við aðrar skammtímakröfur sem eru 10,6 milljónir í árslok 2018 samanborið við 15 árið áður. Þetta nánast einvörðungu virðisaukaskattur, inneign sveitarfélags í virðisaukaskatti, nánast einvörðungu. Handbært fé í árslok 135,8 milljónir samanborið við 141,8 árið áður og eins og ég segja áðan veltufjármunir eru því svona heldur lægri heldur en árið áður. Aðeins bara til að benda ykkur á það að þið takið eftir í að allstaðar í samstæðinni þá eru farnar út stöðuna sem eru á milli sem eru innan samstæðar. Þannig að langtíma kröfur á eigin fyrirtæki sem við sjáum að birtist þarna í aðleikana upp á 125,5 milljónir. Það ekkert slíkt inn í samstæðinu og ástæðan einföld að það þarf að eyða út milli viðskiptum og innri stöðum við samlagningu einingana sem mynda reikningsskilu. Ef við förum síðan aðeins yfir á í eigið fé og skuldir, þá sjáum við þarna að í samstæðinni í heild sinni þá eigin fjárreikningur þessi eigið fé sveitarfélagsins eru 712,8 milljónir og það hefur breyst úr 634,8 milljónum. Breytingin afkoma ársins en það líka verið að færa endurmat á lóðum og lendum upp á 24 milljónir og það bara til hækkunar á lóðum og lendum og meðal eigna fastafjármuna og inn á eigin fjárreikningin. Þannig að þetta hefur engin rekstraráhrif. Þarna sjáum við hlutdeild minnihluta í eigin fé birtast og þetta þá hlutdeild minnihlutaeigenda í þessum 2 fjölum sem ég nefndi áðan í eigin fé samstæðunnar. Lífeyrisskuldbindingin nemur 94,2 milljónum tæpum var 90 milljónir. Þetta langtímahlutinn, það segja ekki það sem kemur til greiðslu á næstu 12 mánuðum. Það sem kemur til greiðslu á lífeyrisskuldbindingar á næstu 12 mánuðum tæpar 3 milljónir og þetta kemur til með að hækka nokkuð á næstu árum eftir því sem að þeir sem eiga réttindi í þessu sjóði fara að taka út lífeyrinn sinn, þeim meira að fá að greiða af þessari skuldbindingu. Við sjáum að skuldir við lánastofnanir hafa hækkað sem nemur lántöku ykkur árunum. Það er annars vegar verið þá að fjármagna brúar uppgjörið við brú og rétt rúmar 80 milljónir og síðan lántaka í Dalaveitum líka fyrir framkvæmdakostnaði þar.
Þannig að næsta árs afborganir sveitarfélagsins af þessum langtímalánum, það sem þarf að greiða 2019 er 34,9 milljónir tæpar samanborið við 28 árið áður. Og þegar við erum að horfa á reikningsskilin þá setjum við þetta í samhengi við þá peninga sem að reksturinn skilar og hvort hann getur staðið við skuldbindingar sínar. Og ef við kíkjum nú á næsta á sjóðstreymið áður en við vindum okkur síðan að lokum í endurskoðunarskýrsluna, þá er þetta svona þær lykiltölur sem ég vil benda ykkur á í þessu. Þarna birtast líka svona þær stóru tölur sem að tengdust fjárhagsáætlunum ykkar sem voru í gildi 2018 sem sneru náttúrulega að sölu á fastafjármunum og framkvæmdum. Að þarna erum við að leiða þess að út peningi sem að kemur síðan í sjóð eða er í sjóð í árslok, hvort sem það er þá í handbæru fé. Og ef við tökum eins og áður bara samstæðuna í heild sinni, veltufé frá rekstri, það eru 100 milljónir rétt rúmar, samanborið við 84,4 milljónir árið áður. Síðan rekjum við þær breytingar sem eru að verða á rekstrartengdum eignum og skuldum, þannig að það er ekki allt greitt sem að er gjaldfært inn á hins, er hlutað í greiddu 2019 og ekki allt innheimt sem er búið að tekið þar. Þegar búið að taka tillit til þessa, þá eru 9,5 milljónir handbæra féð sem að reksturinn skilar. Það bara vil samt benda ykkur á það á áhrifin af fyrirframgreiðslunni á afborgunum. Af því að það eru 84,7 milljónir sem að fer þarna í gegnum breytingu og rekstrartengdum eignum og skuldum og vegur nokkuð þungt í þessu. Síðan förum við niður í fjárfestingarheimildirnar. Það til þess að rekja þá í hvað voru fjármunirnir notaðir. Heildarfjárfesting ársins 2018 er 131,5 milljónir, samanborið við 65,6 milljónir árið áður, en þið höfðu gert ráð fyrir töluvert hærri fjárfestingu í áætlunum ykkar með viðaukum. Tekin voru ný langtímalán upp á 132 milljónir með fjármögnunarhreyfingar, afborganir voru 32, þannig að fjármögnunarhreyfingar, það sé lántaka umfram það sem er borguð á lánum, voru 100 milljónir og lækkun á handbæru fé samstæðuna er þar af leiðandi 22 milljónir. Inn kemur handbært fé dalagistingar upp á tæpar 16 milljónir, þannig að handbært fé samstæðunar í árslok að teknu tillit til allra þessara breytinga er 136 milljónir. Sem er eilítið lægra heldur en árið áður en þó hærra heldur en áætlanir höfðu gert ráð fyrir. Aðeins bara varðandi þegar þið eruð að lesa ársreikninginn, þá eru skýringar þannig settar upp að fremst kemur umfjöllun það hvernig menn eru að gera einstakar liðir upp í ársreikningum sem eru þá reikningsskila aðferðirnar. Næst koma rekstrarskýringar sem að fjalla upp á og eru nánari sundurinn af þeim tölum sem að birtast í rekstrarreikning. Síðan koma skýringar sem snúa að eignum, svo eigin fé og svo skuldum. Aftast í ársreikningnum er síðan lykiltölur yfir sem er bráðskemmtilegt að rýna þegar að menn hafa stund til. Ef við að kíkja aðeins á endurskoðunarskýrsluna. Viljið ekki annars leyfa bara spurningar þegar ég er búinn að yfirfara það er ekki praktískast. Við byrjum bara á því að skoða hérna innganginn sem er á næstu síðu. Þarna er bara verið að fjalla sem það að ásetningurinn hann er lagður fyrir sveitarstjórn í fyrri umræðu sem er bara í dag. Hann þarf að síðan taka það til umfjöllunar og hann er svo staðfestur við síðari umræðu. Þá munum við áreita hann og við munum áreita hann með fyrirvaralausri áritun ef það kemur ekkert upp eitthvað í millitíðinni sem að gæti breytt í álit okkar á reikningnum. Við höfum endurskoðað ásetninginn og staðfest að hann hefur að geyma þær upplýsingar sem að áskilið er samkvæmt lögum og getið nánar í bréfi okkar eða þjónustunust eða sem sagt bréfi endurskoðun sem var dagsett 29. janúar 2019. Þessi skýrsla, hún inniheldur niðurstöður endurskoðunarinnar og henni er einnig ætlað að upplýsa ykkur önnur málefni sem við teljum að í erindi við. Það er leiðandi fara við á eftir ýmsar upplýsingar sem eru gagnlega, bæði til þess að átta sig á stöðunni og svo líka að setja rauntölunar í samhengi við áætlanirnar sem búið er að samþykkja. Ef við vindum okkur síðan 2 síður og förum hérna fyrir síðu 4, aðeins að fjalla hérna utan fjalla þessu mikilvægismörkin. Mikilvægismörk eru
svona endurskoðanlegt hugtak og getið sérstaklega í stöðlum endurskoðun og það segir að sá lesandi reikningsskilanna ef að reikningsskilin eru skökk sem nemur þessari fjárhæð þá gæti hann tekið ranga ákvörðun út frá þeim. Það er að segja, það eru sett reiknuð út ákveðin mörk að skekkja umfram það myndi valda því að menn tækja rangar ákvörðun. Í ykkar tilfelli, það segir tilfelli Dalabyggðar, þá er mikilvægismörkin 28 milljónir. Þá myndi ykkur spyrja sig, menn þá ekkert að skoða neitt nema það sé 28 milljónir yfir. Það er ekki þannig. Það eru sett neðri mörk sem við sjáum hérna á næstu síðu og þau mörk eru skilgreind líka í stöðlum hvernig eigi að reikna þau og það er sem sagt 1,4 milljónir. Þannig að ef við í okkar endurskoðun njótum eitthvað sem er hærri en 1,4 milljónir, þá söfnum við því upp á lista, gerum stjórnendum grein fyrir því og síðan er þá tekin ákvörðun það hvort að menn ætla að leiðrétta eða ekki. Það er ekki að ræða neina óleiðrétta endurskoðunarmismuni hjá sveitarfélaginu. Aðeins síðan varðandi þessi óábyrgðu mál, það er áritun okkar og það er staðfestingarbréf stjórnenda sem er hefðbundið þegar gengið er frá ársreikningi. Svo er það afgreiðsla á áritun sveitarstjórnar, það er þá við síðar það. Aðeins og umfjöllunin í skýrsluna eftir tekur saman svona þessar helstu áherslur í endurskoðun og henni er skipt eftir því. Innra eftirlit og fjárhagskerfi fær náttúrulega eðlilega mikið fókus hjá endurskoðendunum vegna þess að við þurfum að tryggja það allavega fá hæfilega vissu fyrir því að það sé virkt. Stjórnsýsluskoðun þarf að fara fram, það bara sér bundið í lögum sveitarstjórn. Þannig að við þurfum að framkvæma það sem endurskoðendur sveitarfélagsins og síðan eru svona önnur áhersluatriði sem eru stærri liðir í reikningsskilunum sem að njóta sérstaks áhorfs. Og okkur er líka skylt og að benda á veikleika í innra eftirliti sem við verðum áskynja og eigum að upplýsa sveitarstjórnir það. Og það er kannski, það er aðeins nánar umfjöllun þetta síðar í skýrslunni að það eru tveir kannski veikleikar og sérstaklega einn sem við viljum benda á. Og það er veikleiki sem að snýra eftirliti með framhændu framkvæmdakostnaðar með hliðsjón af áætlun. Við erum aðeins nánar út í það á eftir. Það snýr í raun og veru að tiltekinni einingu innan hjá ykkur í því verkefni. Svo viljum við benda á og þetta er svona klassískt að samhliða starfslokkum stjórnenda og svo ekki að það verði breytingar og prókurreiningar. Þetta er svona klassískt þegar það eru breytingar. Auk þess höfum við komið frá svona einhverjum smávægilegum ábendingum hluti sem að gætu verið tækifæri til útbúta en þeir teljast ekki vera verulegir. Varðandi stjórnsýsluskoðunina og það hangir svona aðeins með þessu uppbyggingu okkar innra eftirliti er það að við leggjum áherslu á það að menn fari að reglum sem að sveitarstjórnarlögin segja það hvernig menn eigi að meðhöndla viðauka og gera þá og tryggja það að fjárhagsáætlun sé fylgt. Við förum nú yfir á næstu síðu. Hér er síðan að því ársreikningin sem þið eru með, þá sjáum við að áriturinn okkar er ekki birt þar, hún er birt við síðarumræðu, en hér á síðunni sjáum við þessa fyrirhuguðu áritun óvars endurskoðanda og eins og ég sagði að þá er hún fyrirvara laus og hefðbundin. Við förum síðan á næstu síðu. Hér er nánari umfjöllun innra eftirlitið og það er bara þessi ábending þegar við erum að fara sem að ég gat áðan að menn gæti og hugja af þessu framvindu fjárfestingarverkefni sem eru í gangi hjá sveitarfélaginu. Það er afar mikilvægt að bregðast við frávikum ef að það er fyrirséð að þau verða með viðeigandi hætti, til dæmis með að skoða fjármögnun verkefnisins eða framvindu. Það getur verið bara betur heldur en við reiknum með. En þá þarf mögulega að bregðast við og verkefnið sé meiri, þá þarf mögulega að bregðast við í tímabundinni fjármögnun eða eitthvað slíkt. Þannig að við viljum vekja athygli á þessu. En við tökum við af innra eftirliti sveitarfélaga þegar við erum og fjárhagskerfið þegar við erum að endurskoða. Og bara þannig að skerpa á því, innra eftirliti er í raun og veru verklagsreglurnar og hvernig verkaskiptingu er hagað, aðskilnaður starfa, hvernig afstellingar eru unnar og annað slíkt. Innra eftirlitið er ætlað að tryggja að það verði ekki tjón
hvort sem að það af bara villum eða vísvitandi þá með einhvers konar mistökum eða misnotkun á stöðu sinni. Og hún byggir alltaf, þessi okkar endurskoðunarnálgun byggir alltaf á faglegu mati endurskoðandans. Þar með talið hættunni á því að það séu mögulega annmarkar á ársreikningum, það alltaf fókusinn. Munið við töluðum mikilvægið áðan. Það segja að þá fókusinn okkar á þær fjárhæðir sem að mögulega gætu valdið skekkju sem eru verulegar og ársreikningum þar leiðandi ekki réttur í heild sinni. Við munum svo fylgja ábendingum okkar sem við höfum komið á framfæri við endurskoðun ársreiknings 2019, en við viljum hins vegar taka fram að stjórnvöld hafa almennt brugðist við með viðeigandi hætti við ábendingum okkar frá fyrra ári og komið af stað vinnu við úrbætur. Á næstu síðu fjallar aðeins nánar þetta sem að alls staðar til staðar, það þessi möguleiki á sniðgöngu stjórnenda á eftirliti. Okkur ber að kanna hvort það sé einhver möguleiki á slíku. Það hefur ekkert að gera með það hvort að við hafi grunum eitthvað slíkt, heldur þetta bara bundið í endurskoðunarskrána, þetta skapanaskrána. Og ég segi ykkur frá því hvað við gerðum. Við prófum virkni eftirlit með færslum og lokafærslum. Hverjir eru það sem að færa færslur í fjárhagsbókhaldinu? Tryggt að skilnaður starfa séu í lagi og annað slíkt. Við metum hvort það sé einhverjar breytingar á aðferðum milli ára, reikningshaldslegu mati. Það getur til dæmis reikningshaldslegt mat, matlegu viðskiptakröfunum ykkar. Og við skoðum verulegar færslur eða einhverjar færslur sem mögulega ekki hluta af hefðbundinni starfsemi sveitarfélagsins eða eru á annan hátt óvenjulegar. Og svo leitum við að sviksemisfærslum sjálfvirkum aðgerðum og gagnagreiningum. Og niðurstaðan okkar svo það engar vísbendingar sem komið fram við okkur skoðun að það séum að ræða einhverja sniðgöngu stjórnenda á innra eftirliti. Nú á næstu síðu síðan fjalla aðeins stjórnsýslu endurskoðunina. Ég ætla ekki kannski að dvelja mig ekki við það að öðru leyti bara en að það afar mikilvægt að menn, þetta veit ég að menn eru ekki bara frekari framkvæmdir hjá sveitarfélaginu og náttúrulega framkvæmdir ennþá í gangi. Bara hvet menn til dáða í því að halda þétt utan framvindu framkvæmdakostnaðar og hann sé innan áætlunar og ef að það eru frávik að bæði menn greini frávikin og mögulega þá taki þá afstöðu til hvort það samþykkja viðauka að bregðast við með einhverjum öðrum hætti. Að sama munum við fylgja ábendingum okkar eftir snúa stjórnsýsluskoðunum við endurskoðun næsta árs. En við vitum okkur síðan í næstu síðu sem að fjalla þá önnur áhersluatriði og önnur áhersluatriði varanlegir rekstrarfjármunir eru náttúrulega hljóta mikið áform og eðlilega þurfum við að skoða þá sérstaklega. En þeir eru, varanlegu rekstrarfjármunir ykkur eru 74% af heildareignum sveitarfélagsins. Eins og ég talaði áðan, lóðir og lendur, það þarf að endurmeta þær með að við svona núvirði framtíðar leigutekna, svona fyrirliggjandi lóðaleigusamningum. Endurmatið á að færa ef að bókfærðavirðið endurreiknað 5% hærra heldur en það sem nú í bókum og það var þannig hjá ykkur að það hafði hækkað það mikið. Þannig að það var 24 milljónir sem voru færðar til hækkunar og núna verðmæti lóða og lendna 137,5 milljónir í árslok. Eignarhlutir A og B-hluta í félögum, hann nýtur eðlilega áhors vegna þess að við erum færa minni hluta. Þetta eru nokkuð flóknar færslur í kringum þetta, einnig þegar við erum að taka inn í félög, inn í samstæðina. Og takið eftir því eins og ég benti ykkur á áðan að eignarhlutir í félögum, þeir eru færðir á kostnaðarverði. Það tekin niðurfærsla á þá, ef að það talið að þeir standi mögulega ekki undir þessu. Niðurfærsla A og B-hlutans á þessu eignarhlutum í félögum 12,1 milljón í árslok 2018. Áhrifin að því að taka dalagíslingu inn í samstæðina eru þau að þegar þau horfið á efnahagsreikninginn og eignarhluti í félögum þá lækkar hann á milli ára. En það ekkert að breytast, heldur reikningsskilalega aðferðin svo að við þurfum að taka eignarhlutin út þegar við setjum félagið sjálft inn í samstæðina. Þannig að láta ykkur ekki bregða þó að ég takið eftir því að eignarhlutir í félögum hafi lækkað, það hefur ekkert gerst, það hefur ekkert verið selt eða neitt slíkt, heldur þetta reikningsskilalegu reglurnar sem að gera það verkefni. Ónefndar tekjur,
talaði það áðan að ónýttar eru sem sagt það sem eigið óinnheimt í skatttekjunum ykkar. Skatttekjurnar eru sem sagt útsvarið og jöfnunarsjóðsframlögin. Útsvar af fasteignaskatti hækkaði 5,2% á milli ára. Samkvæmt efnahagsreikningi þá eru óinnheimtu skatttekjurnar 33,5 milljónir í árslok. Það sundurliðun á þessu. Hvað eru óinnheimtu skatttekjurnar og hvað eru óinnheimtu þjónustutekjurnar í skýringu í ársreikningi. Ætla bara aðeins að gera umtalsefni að óinnheimtu skatttekjurnar sem eru sem sagt útsvörin sem eru óinnheimt í árslok. Stjórnendur yfirfara þau og það eru metið sem sagt hversu líklegt að innheimtan verði og ef við horfum á að þessar kröfur sem eru þarna på 35,4 milljónir þá er búið að færa niðurfærslu på 27,4 þannig að sem 77,4% af eftirstöðum. Það mjög mikil niðurfærsla að færa þetta. Það eðlilegt. Oft á tíðum erum við með aðila í meðal á nafnalistum óinnheimtra skatttekna sem eru bara ekki einu sinni staðsettir í landinu. Og enginn veit hvort að hægt að innheimta og varfærnislega nálgunin eðlilega samkvæmt að taka 100% niðurfærslu á það. Þannig að þið séum með það á hreinu. Það ekkert að ræða einhverja endanlega afskrift, þetta varúðar niðurfærsla. Þannig að það ekki búið að menn eru ekki búin að gefa það bátina þetta við innheimt en þetta svona nákvæmasta markið. Aðalskattur sem sagði áður þetta samstættinu af virðisaukaskatti. Það höldum svo áfram lífeyrisskuldbindinguna, skuldir við lánastofnanir, nú komnir á hina síðuna í efnahagsreikningnum. Það náttúrulega gerð grein fyrir þessu ágætlega í skýringu ársreikningsins. Skýringu 16, það hvernig þetta breytast í milli ára. En hún nam 97,1 milljón í árslok og nettóhækkunin, þar sem þegar nú að færa greiðslurnar sem borgað á árinu 2,2 milljónir. Skuldbindingunum þannig að við förum og tryggingastarfræðingur sem reiknar þetta út fyrir ykkur, þannig við þurfum að framkvæma sérstakt mat á hans aðferðum, hvort hann sé óháður við sína útgjöld og auk þess yfirförum við listana, nafnalistan, staðfestum að það séu sömu aðilarnar milli ára, skoðum mögulega forsendbreytingar og svo vinnum við greiningarverkefni. Skuldir við lánastofnunum, það nýtur náttúrulega nokkurs áhorfs í öllum reikningum sveitarfélaga. Þið með stóran hluta af ykkar lánum. Heildarskuldsetningin eru 402,5 milljónir en stór hluti af þeim í verðtryggðum lánum. Þannig að breytingar á verðbólgu hafa náttúrulega mikil áhrif á inn í reksturinn hjá okkur. En það eru 80, eins og sagði, það eru 90% af þessu eru verðtryggð, 8,4 eru óverðtryggð, 8,4% af heildinni og 2% eru gengistryggð í evrum. Þau eru nánast að koma inn í gegnum dalagistingu. Þannig að huga dalagisting kerfi núna með þessu. Þær eru náttúrulega færðar bara í efnahagsreikningin í samræmi við lánasamningana og hvað þeir segja til lánskjör. En þegar við erum að endurskoða þetta þá kallum við eftir staðfestingum frá fjármálastofnunum sem þeir eru í viðskiptum við og öðrum til þess að leita á úrskurð og skuldbindingu. Þannig að vissan fyrir þessari fjárhæð mjög góð staðfesting á þriðja aðila. Og ef við förum síðan yfir á síðu 13 og það eins og þið tækið eftir þegar við lesið ársreikninginn þá fjallað aðeins skuldbindingar utan efnahags og þetta við getum talað til dæmis byggðasamlegumálum fatlaðs fólks á Vesturlandi. Menn bera ábyrgð á því miðað við íbúatölu á hverju ári. Aðeins varðandi ábyrgðarskuldbindingar. Við viljum vekja athygli ykkar á þessu að samkvæmt nýju eða þessari reglugerð, hún ekki alveg ný frá númer 12 frá 2015 og eiga sveitarfélög að vera með heildaryfirlit yfir þessar skuldbindingar og taka þær fyrir þessi yfirlit og staðfestingu við síðari umræðu ársreiknings hverju ári. Það eitthvað sem þið takið til skoðunar. Framsetning ársreikningsins, við höfum yfirfarið hana og sannreynt á sig í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög ársreikninga og svo reglugerðina sem getum hér á ofan.
Skatttekjurnar, þær eru eðli málsins samkvæmt stærsti hluti tekníkar eða 70% og við endurskoðun á þessum fjárhæðum þá eru yfirfæring gögn frá þriðja aðila annars vegar á jöfnunarsjóði svo fjársýslu ríkisins. Á næstu síðu þá síðan að fjalla áfram aðrar tekjur, þær eru á 30% og af þeim, þessum öðrum tekjum, þá eru 48% frá silfurtúnum. Endurskoðun á öðrum tekjum felur í sig greiningar-aðgerðir, mögulega móttaksprófanir og yfirferð á afstemmingum milli til dæmis Sjúkratrygginga Íslands og dvalarheimilisins Silfurtúns. Laun og launatengd gjöld, það eru 52,4% heildartekjur sveitarfélagsins sem verði að greiða laun og launatengd gjöld. Breyting áfallisorlofs ekki veruleg hjá okkur, hún 300.000 eða 1 milljónir. Og það fært á meðal skammtímaskulda í efnahagsreikningi og eru 20,7 milljónir í árslok. Þarna aðeins umfjöllun þetta brúaruppgjör, hvernig það skiptist. Þið finnið í ársreikningum ítarlega grein, það sem ítarlega grein gerð fyrir þessu verkefni og hvernig það var gert upp og þessu skipt í langtímalögn og skammtímalögn. Þetta í skýringu 11. Endurskoðun á þessu, það felst í úttaksprófunum á því eftirlit sem haft með launavíslu innanhúss, samanburði við fjárhagsbókhald og tryggja launakerfi stemmir við það auk þess sem við tökum greiningar-aðgerð. Annar rekstrarkostnaður hann 34,9% af heildartekjum sveitarfélagsins. Það eins, það prófað með úttaksaðferð, greiningar-aðgerðum og skoðun á afstemmingum, drónadrókna og fleira. Þá skulum við kannski fara svona í næst aðeins samanburðið fjárhagsáætlunina. Þessari töflu ætlað að sýna ykkur hvernig annars vegar ásetningurinn kemur út, rauntölurnar, áætlunin með viðaukum og svo upphaflega áætlun. Við fórum ágætlega yfir þetta áðan í upphafið og var yfir rekstrarreikninginn. Helstu frávikin í tekjunum ykkar eru út af söluhagnaðinn sem ekki var af laun og launatengd gjöld, það heldur undir bæði upphaflegri áætlun og áætlun með viðaukum. Við erum að tala A-hlutan hérna núna, taka það fram. Síðan eru afskriftir, þær eru nokkuð mikið lægri. Ástæðan bara einfaldlega sú að það var ekki af þeim fjárfestingum sem áttu að fara í eignasjóði og þar alveg eru afskriftirnar lægri. Förum síðan yfir á næstu síðu þar sem sýnir okkur samstæðuna í heild sinni og þetta í raun og veru sömu skýringarnar af þessu eins og ég fór yfir áðan. Það að verða breytingar hjá okkur, þannig að það eru frávik frá áætlun viðaukum. Þið þekkið skýringarnar á því, en það skýrir að megninu til þennan mismun. Við förum síðan næst yfir í fjárfestinguna. Það kannski það sem ég ætla að minnast aðeins sérstaklega á ykkur að þið höfðu gert ráð fyrir að það hefði farið í fjárfestingu við íþróttamiðstöð hér á 400 milljónir. Það þannig að ef að mennum þegar það ljóst að ekki verður farið í framkvæmdina, þá mögulega betra að gera viðauka við fjárhagsáætlun vegna þess að fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir einhverju fjármögnun á verkefninu. Þá við farin að fá, ef við höldum þessu óbreyttu, þá við farin að fá inn í reksturinn í fjárhagsáætluninni vaxtagjöld mögulega, ef það á að taka lán fyrir þessu að hluta, sem að þá að skekkja hvernig við erum að horfa á rauntölurnar meðan ef það ljóst að eitt verður að þessu. Þetta kannski það helsta sem ég myndi mennast á í afmyndanum. Síðan það dalaveitur og við vorum aðeins að mitt í ykkur með það að þyrfti að vera með meiri aga í kringum fjárfestingarverkefnin. Þið þekkið skýringarnar á þessu, en þarna við til dæmis með dæmi þar sem að framkvæmdakostnaðurinn 70 milljónir umfram áætlaðan kostnað, nettókostnaðinn. Þannig að ef á einhverjum tímapunkti liggur fyrir á framvindan á verkefninu, og þá tala ég áðan að ef hún hraðari heldur en við höfum reiknað með, þá eðlilegt að bregðast við því. Þá líka verkstaðan önnur
og það minna sem fer inn á árið á eftir. Það eðlilegt að bregðast við með viðaukum. Hin hliðin svo bara framkvæmdakostnaðurinn of hár og þá þurfum við að bregðast við því og leita skýringar. Þetta nokkuð hátt frávik sem ég vil bara draga sérstaklega fram og biðja ykkur að skoða og veit svo sem af samtölum mínum við sveitarstjóra ykkar að það þegar búið að bregðast við því að nálgast þessa hluti. Þannig að þetta eins og þetta svona stærsta fráviki, þannig að það ekki þannig að þó mann fari ekki stóra framkvæmd að það hafi menn ótakmarkaða pening til að fara í aðra framkvæmd. Vegna þess að við verðum að horfa á hverja framkvæmd fyrir sig og ákvörðun að fjárfesta annars staðar mögulega stefnubreyting. Þannig að menn þurfa til að vera algjörlega vissir á heimildunum sem hafa til tiltekinna verkefna að þá þurfa við að horfa til fjárhagsöfnun samfélag. Nú síðan á næstu síðu þá dregin saman rekstrarreikningur og ég ekki bara aftur yfir töluna með ykkur, ég ætla bara aðeins að ljóta punktana sem liðar. Það framleiðarhlutfall ársins 10,9% samanborið við 11,1% árið áður. Þannig að þið eruð nokkuð á pari í framleiðinni og framleiðin það rekstrarniðurstaðan fyrir afskriftir og þannig að þið getið lesið út úr þessu. Og rekstrartekjurnar líka, þær hækka líka 3,9% á milli ára. Þetta eru hvort tveggja jákvætt. Oft þegar ég talað það að þegar menn að horfa á og þeir sem hafa gaman að tölum sérstaklega í tengslum við sveitarfélög, það sem segir mönnum hvað að gerast í því bara íbúunum útsvarstekjur. Ef það að hækka, þá hljóta launaverð að hækka og menn að skila meira inn í kassan. Þannig að þetta eru lykilstærðir sem gott að leggjast yfir svona í stóra samhengi. Ef við flettum síðan yfir á næstu síðu, þar efnahagsreikningurinn. Þarna sjáum við þetta sem ég var að tala áðan, að eignarhlutur og stofnframlög eru 56 milljónir en voru 91 milljón árið áður. Þetta bara vegna þess að við að taka dalagistum inn í samstæðan, ekkert annað að gerast. Fyrirframgreiðsla hrúar, töluðum það áðan, það út af 10 kannski sérstaklega, en hún kemur til með að lækka og þegar við erum að leiða út skuldaviðmiðin, þá það reikna þannig að þessi hluti, þessi fyrirframgreiðsla, hún dregin frá heildarskuldum áður en að reikna skuldaviðmiðin. Þannig að þegar við horfum hérna á eftir á skuldaviðmið samstæðunar, þá höfum við þetta í hugum. Höldum áfram yfir áfram í efnahagsreikningnum. Eiginfjárhlutfallið 54% í árslok og breytingin, eins og við talaðum áðan, á afkomunni endurmatið á lóðunum og svo afkoma sveitarfélagsins. En breytingin á eiginfénu líka, þar inni áhrifin að því að taka dalagistingu inn. Nú förum við yfir á næstu síðu. Það sjóðstreymis yfirleitt til og við fórum ágætlega yfir það í upphafi og það sem ég vildi þetta bara hnykkja örlítið á hér það að þegar við erum að horfa á mögulega skuldsetningu eins og hjá ykkur ef menn að fara að horfa í stórar framkvæmdir og þá horfum við alltaf á sjóðstreymið og hversu mikið það stendur undir af skuldbindingu. Það hvað getum við greitt af með peningur sem að verða til í rekstrinum. Og það eitthvað sem að út af brúarbreytingunni þá handbæraféð gefur kannski ekki, það einskiptis 84 milljónir út þannig að menn hefði verið mjög, ef það hefði ekki farið þá hefði menn verið með nálægt 100 milljónir í handbæraféð og rekstri og það það sem menn gæti þó verið að nýta til þess að borga skuldum eða fjárfesta. Skulum við halda áfram og þá komum við hér aðeins yfir í umfjöllun í skýrslunni rekstur afhendingastofnunarinnar. Rekstrartekjur aðalsjóðs hækka á milli ára 4,5% og það skýrist af auknum skatttekjum en útsvar á fasteignaskattur aukast 18,8 milljónir og framlög jöfnunarsjóðs hækka 3,1 milljón og aðrar tekjur 11,7 milljónir.
Laun og launatengd gjöld hækka 4,3 milljónir milli ára og annar rekstrarkostnaður 20. Þið sjáið að báðir þessi sjóðir eru í nokkuð góðu jafnvægi, enda A-hlutinn með tæpa 81 milljón í rekstraráætlun. Förum síðan yfir á næstu síðu sem nú kemur sem sagt umfjöllun rekstur fyrirtækjanna á árinu 2018. Vatnsveitan, reksturinn í henni í nokkuð góðu jafnvægi eins og áður og þið hafið öll séð sundurliðina bókina sem fylgir með ásetningnum. Þar eru ásetningar fyrir hvert og eitt þessara fyrirtækja ásamt málaflokka og deilda yfirliti þar sem menn ná utan hvernig reksturinn að breytast á milli ára. Fráveitan rekstur hennar einnig í jafnvægi og síðan komum við að Dalaveitum. Félagið ekki komið ennþá í kannski svona tekjumyndandi ástand, það ennþá í uppbyggingarfasa, þannig að það kannski ekki hægt að horfa á rekstrarniðurstöðu Dalaveitna út frá því einvörðungu að félagið geti rekist í framtíðar, heldur verða menn átt að segja að félagið í uppbyggingarfasa og fjárfestingin ekki ennþá farin að skila afnótagjöldum vegna þess að þó að menn brugti tengigjöld inn í Dalaveitum, þá það alltaf færast inn á efnahagsreikninginn til lækkunar á fjárfestingunum. Þannig að þegar tekjurnar sem fara í gegn þarna þá afnótagjöld. Síðan komum við yfir á næstu síðu og það kannski svo eining sem ég ætlaði að aðeins búið í að spjalla við ykkur. Það Silfurtún. Silfurtún rekinn með tæplega 31 milljón króna halla á árinu 2018, var rekinn með 26,7 milljón króna halla árið áður. Einingin náttúrulega það var að rekna hana með framlög ríkisins, eða Sjúkratrygginga Íslands, það allir meðvitaðir það. Laun hlutfall laun á launatengdra gjalda af tekjunum 70,9% á árinu 2018. Einingin skuldar aðalsjóði 285,2 milljónir og þar af samtímaskuldin tæpar 160. Samkvæmt fyrirliggjandi samþykktum fjárhagsáætlun þá gert ráð fyrir halla á einingunni öll árin og sá halli 130 milljónir. Og það þannig að almennt eiga þjónustugjöld þessara félagsstofnana að standa undir reksturinn. Algjörlega óháð því að þarna verið að reka náttúrulega einingu sem ríkið á að bera hittan og þungana af. Þá það þannig að ef það liggur fyrir að einingin mun ekki vera í jafnvægi og þarf á einhverjum tímapunkti að taka ákvörðun það að ráðstafa mögulega skatttekjum afhans í formi framlaga inn í einingin til þess að tryggja hún sér í jafnvægi. Og það mjög mikilvægt að þið leggist yfir þetta hvernig hægt að tryggja jafnvægi í þessari einingu og ef það ákvörðun manna að þetta verði ekki rekið öðruvísi en með trappinn og það eigi að ráðstafa fjármunum sveitarfélagsins, þá takið bara formlega ákvörðun það með því að samþykkja framlag til fyrirtækja sem þá gjaldfært í viðeigandi málaflokki upp í aðalsjóð. Þetta eitthvað sem við getum ekki látið líða hjá að minnast á við ykkur vegna þess að ég held að miða við skuldsetninguna hversu mikið einingin skuldar orðið aðalsjóði, þá þurfa menn á einhverjum tímapunkti að horfast í augu við það hvernig ætla menn að halda þessu verkefni áfram. Og hvet ekki bara til dáða í því. Þannig að þetta nú svona svo hugveikja sem ég ætla að hafa aðeins þetta. Og nú á síðan þarna á eftir þá komum við að svo fasteignafélagið Hvammi og Dalagistingu. Þetta eru fyrirtæki sem eru í hlutafélagi og annar og ástæðan fyrir ekki byggt á samanburð fjárhæðir þarna í Dalagistingu einfaldlega vegna þess að það ekki hluti af samstæðunni fyrir en árið 2018. Þið sjáum hins vegar áhrifin af því að taka inn í skýringu 4 þannig að þið getið alveg séð efnahagsreikninginn í Dalagistingu eins og var að birtast þar. Þá skulum við fara hér aðeins og setja áætlanirnar reksturinn og framkvæmdir og fjármögnunina sem
sett hefur verið fram fyrir í fjárhagsáætlun vegna 2019-2022 í samhengi við rauntölurnar sem við erum með núna fyrir framan okkur. Það gert ráð fyrir því að veltufé frá rekstri nemi samanlagt fyrir allt tímabilið 329 milljónum. Á sama tíma hefur gert ráð fyrir afborgunar af langtímalánum og skuldbindingum að fjárhæð 154 milljónir. Þá eiga með eitthvað svolítið eftir. Þannig að það uppsafnaður greiðsluafgangur upp á 174,7 milljónir. Þið eruð að reikna með að fjárfesta fyrir 239 milljónir og þið ætlið að fjármagna það sem upp á vantar því þið gerir ráð fyrir að reksturinn skili töluverðu upp í fjárfestingarnar. Þannig að það er ekki verið að auka lántökur nema 40 milljónir á þessu tímabili. Þarna náum við sem sagt að tengja saman hvernig erum við að horfa á framtíðina miðað við niðurstöðu rekstrar 2018, þá förum við yfir á næstu síðu. Og þarna bara samanteknið yfir það hvernig ársreikningur 2017 og 2018 að birtast. Það eru rauntölur og samanburður við áætlun 2019 til 2022. Og þegar við erum að skoða svona sem endurskoðendur og hvort áætlanir séu raunhæfar, þá setjum við, þá einn mælikvarði á til dæmis veltufé frá rekstri í sjóðstreymi. Ef veltufé frá rekstri eins og það að birtast í rauntölum 2017 og 2018 sem eru 100 milljónir, ef það miklu hærra það sem verið áætlað, þá getum við sett spurningar það. En þið eru nokkurn veginn, þið eru meira sér frekar óvæg í að setja það fram. Þið gerir ráð fyrir í áætlun 2019 að verði 55,2 milljónir veltufé frá rekstri, 78 árið eftir, en verði komið í 105,6 milljónir 2022. Það peningur sem reksturinn að skila. Eitthvað taka langtímalánin til sín vegna þess að menn að horfa í fjárfestingar og mögulega lántökur á þessu tímabili. Og þarna sjáum við að í árslok 2022 gangi áætlanir eftir, þá eru áætlaðar afborganir þessara lána 40,5 milljónir. Þannig að það greiðsluafgangur
Skuldahlutfall fyrir kerfið 69,3%, skuldaviðmið 32%. Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum nam 131,5 milljónir króna, tekin voru ný langtímalán á árinu 132,1 milljónir króna, þar af eru 82,1 milljónir króna vegna uppgjörs við brú lífeyrissjóða. Handbært fé í ársbyrjun var 141,8 milljónir króna en í árslok 135,8 milljónir króna. Eins og sagði ég legg til þetta sé í fundargerð til að lýsa heildinni í henni. Við erum undir atkvæði hvort að menna samþykki því að þessi bókun sé fundargerð sem viltu spyrja. Nei, ég var bara tilbúin að samþykka þess að varst að gera. Þeir sem eru samþykki því að þessi bókun sem Kristján las upp sé fundargerð gefur merki. Hún er samþykkt með öllum breyttum atkvæðum og þá legg ég jafnframt til að ársreikningi 2018 verði vísað til síðar og tekið fyrir næsta sveitarstjórnarfundi sem eru samþykki því gefur merki. Það er samþykkt með öllum breyttum atkvæðum. Jafnframt vil ég leggja til að ársreikningurinn verði birtur á vef Dalabyggðar og íbúar verði hvattir til að senda fyrirspurnir sem að verða teknar fyrir seinni umræðu. Þá er þetta mál afgreitt og við förum í dagskrárlið 3 sem eru Laugardalur Selsdalsstað og framtíð. En við vísuðum hér á síðasta sveitarstjórnarfundi málinu til Byggðarráðs og það hefur komið tvisvar til umfjöllunar Byggðarráðs. Annars vegar liggur þá hér fyrir að sú ákvörðun Byggðarráðs að það sem er til sölu sé það sem var ákveðið á fundi sveitarstjórnar í desember og staðfest að ákvörðun og samningum við samstjórnarsal verði slitið og leitað viðræðna við meðeigenda sveitarfélagsins heita vatnið og fyrirkomulagið þar og síðan barst bréf frá lögmanni Arnarláns sem var tekið fyrir Byggðarráði 11. mars með kröfum Arnarláns og sem lagt til að þeim kröfum verði hafnað og lögmanni Arnarláns náðið laust þetta mál og sem vill taka til máls. Einar. Oddviti, getur fundað þær og eins og oddviti þá liggur ýmislegt fyrirspurn varðandi þetta mál. Kannski fyrst varðandi það sem að Byggðarráð ítrekar og tekur fram að það hafi verið samþykkt hér á sveitarstjórnarfundi fyrir nokkru hvað sé til sölu. Ég eins og við þetta borð samþykkti það að taka aðeins nýja nálgun á þetta verkefni. Mér finnst, og ég verði að viðurkenna að mér finnst við hafa spilað illa úr því í því samtali sem fór fram. Ég kom með það líka hérna á síðasta fundi að mér fannst við setja fullmiklar hraðahindranir á þetta ferli sem fór síðan á stað núna á þessu ári. En það er samt orðið ljóst sem sagt að Arnarlón eru búin að slíta öllum viðræðum og öllu við okkur og núna senda inn kröfu upp á sveitarfélagið upp á einhverju rúmlega 13 milljónir. Svo leggur Byggðarráð til að það eigi að slíta samningum við fasteignasala. Ég gerir mér nú ekki grein fyrir hvað það mun síðan kosta en ég þykist vita það að hann sé með svona samning við sveitarfélagið þannig að það lítur að vera skýrt þar svona sirka hvað það er. Ég kannski áður en lengra er haldið þá væri kannski ágætt að fá að vita það núna og þannig bara að fólk hérna viti hver sé á reyna sko raunkostnaður sveitarfélagsins nú þegar í þessu máli og kannski leggja fram spurningu til sveitarstjóra. Það er kannski bara gott að vita því að þetta er þá að fara í ákveðið ferli og það býður okkur kannski á næstu vikum. En ég vil því beina spurningu til sveitarstjóra það hvað erum við búin að borga lögmanni mikið vegna aðkomu að laugamálinu þar sem af þessu kjörtímabili.
svara Kristján, þú svo Góður fundarmenn, það sem að búið að greiða í kostnað vegna lágmannaþjónustu í tengslu við Lauga og reyndar Selstastúku, þetta saman, eru frá 1. júní á síðasta ári eru 2.931.667, það er upphæðin. Ég er ekki nákvæmlega með en það er svona bil 300.000 af þessari upphæði sem fellur á þessu ári. Þetta er heildarupphæðin frá 1. júní. Fleiri sem vilja fleiri máls? Einar? Forseti og fundarmenn, ég þakka sveitarstjóra fyrir þessi svör. Nú, þegar ég las fundargerð byggðarráðs og þar síðasta fundi, þar sem ég las að þetta hafa verið samþykkt þar að ég að slíta samningum við fasteignasala, þá fór ég nú strax að hugsa hvað það mögulega gæti kostað okkur. Og ég segi mögulega því að allt þetta er væntanlega hátíð að setja semja hluti og með væntanlega að gera kröfur í þetta. Ég hringdi nú bara í fasteignasala og spurði hann að því hvaða kröfur hann ætlar að gera á okkur. Og hann sagði mér það að þær eru svona cirka 50% meira en Arnaldur gerir. Þannig að mér sýnist kostnaður í þessu máli að þeir peningar sem við verðum að tala um núna sé komið í 36 milljónir. Þá er ég alls ekki að segja að það sé svo tala sem að Dalabyggð mun sitja uppi með þessum kostnað. En það má leika sér með þessu tölur og 10% af því eru tæpar 4 milljónir, 20% 8 milljónir. Ég veit ekki hver verður endaleg staða Dalabyggðar með þennan reikning vegna þessa máls. Ég nú á því að það hefði verið að koma í veg fyrir nánast allt saman. Við erum bara í þannig stöðu þegar sem sitja á þetta borð að við erum kosin síðasta vor og við tökum við þeim málum sem á borðinu og við getum ekkert alltaf valið það að fá að byrja aftur og nýtt með einhver mál. Ég óttast að þetta mál eigi eftir að hanga yfir okkur næstu vikur og mánuði. Ég vona það svo sannarlega ekki. Ég vona að menn nái að semja sig einhvern veginn frá þessu þannig að það verði hægt að halda áfram með þetta. Ég vil kannski nota tækifærið og taka svona annan vinkil á þetta því að það hafa íbúar hér í sveit haft samband við mig með óformlegum hætti aðilar sem eru í ferðaþjónustu og þessir aðilar náttúrulega eru ekki sáttir við það starf sem að núverandi rekstraraðilinn á Laugum er að fara eftir. Edduhótelið sem verður rekinn þar í sumar og væntanlega í síðasta sumarið, manni skilst það að þeir ætla sér ekki að vera næsta sumar. Eru núna með gistingu á Hálgerðin Brunahúsinu. Ég gerði svona lauslega könnun á þessu, fór inn á bókunarsíðu og ég gat fengið herbergi þar núna í júlí, svona cirka 50–80% undir lægsta verði hjá öðrum aðilum hér í sveit. Mér finnst þetta að segja ýmislegt þetta rekstrarumhverfi sem þeir starfa í. Mér þykir rosalega vont að við séum að setja peninga í þetta húsnæði ennþá sem síðan í rekstri, sem í beinni samkeppni við heimaaðila sem borga hingað til okkar
gríðarlega peninga í formi skatttekna og líka bara það að það má eflaust færa fyrir því rök að Dalabyggð sé þarna að mismuna aðilum í þessari þjónustu. Og því fyrr sem að við komumst út úr því að vera einhvern veginn tengd þessum samkeppnisrekstri með því að leigja einhverjum aðila því betra held ég. Það kom fram áðan í umræðum ársreikning að það hafi verið fjárfesting í dalagistingu upp á 2,5 milljón. Ég veit að það stendur til að fara í fjárfestingu á húsnæðinu sjálfu í sumar og ég skal alveg viðurkenna það að ég var búinn að setja ýmislegt hérna niður á blað sem ég hafi hug á því að tala undir þessum lið. Ég ætla nú reynda bara ekki að gera það að svo stöddu. Ég held að þær ákvarðanir sem hafa nú þegar verið teknar í þessu máli það er staðfestist hérna áðan, þeir eru nú þegar búin að kosta okkur í lögfræðikostnað hátt í 3 milljónir svo að hann hefði náttúrulega alltaf verið einhver við ráðleggingar og við það að fara yfir þá samningar sem hefði geta tekist ef það hefði verið raunverulegu vilji að ganga til samninga. Ég held því miður, ég get náttúrulega ekki fullyrt það, en ég held því miður að það hafi raun og aldrei verið raunverulegu vilji að reyna að klára þetta á þessum grunni sem að við í raun og tókum við frá síðustu sveitarstjórn. Og því miður segi ég út af því að ég óttast og það er ágætt kannski að vona það besta en ég óttast samt að þetta muni hanga yfir okkur áfram. En ég ítreka það að ég vona náttúrulega að svo verði ekki og það mun sjálfsagt liggja fyrir það á næsta sveitarstjórnarfundi formlega eða hvernig sem það verður. Hvað nákvæmlega í hvaða ferli bæði þessi krafa Arnarláns verður komin og hvaða kröfur fasteignasalinn verður búin að skila af sér. Og þá kannski getum við rætt þetta ennþá betur. Takk fyrir. Ég vilja taka til máls. Við erum sér engin ljós, en svo við svarum væla ófengt varðandi það sem ég tek allavega til mín og því sem hann sagði fyrir áðan að það hefði verið óskastaða, gæti verið óskastaða okkur að taka alltaf við og byrja upp á nýtt. Þá hef ég unnið nákvæmlega þannig í þessu máli sem ég talaði fyrir kosningarnar í vor. Ég hef ekki byggt út af þeirri stefnu, svo það sé til þeirri staðurinn sem til haga ráð. Fleiri sem vilja taka til máls. Svo er þetta ekki vera, þá er tillaga að samningi við fasteignasala verði slitið, skilja ræða þá tillögu. Þess vegna verður samþykki þeirri tillögu gefin ekki. Þess vegna er á móti. Og 3 sitja hjá. Það er búin samþykki 4 markaðum og 3 sitja hjá. Þá er hér annar tillaga, það er að varðandi heitavatnið er farið viðræður við meðeiganda sveitarfélagsins fyrirkomulagið með heitavatnið. Þannig að hægt sé að byggja á þarna framtíðar ákvörðunar, hvernig er staðað sem auglýsing og sölu. Sem vilja ræða þá til það. Eitthvað. Oddviti, ágætu fundamenn. Ég sagði það hérna á síðasta fundi að mér þætti það mikilvægt að það þyrfti að leysa þá annmarka sem voru augljóslega á því samkomulagi sem við tókum við frá síðustu sveitarstjórn. Og ég vil kannski ítreka það hér að það samkomulag sem við tókum við hérna, það hafði sína annmarka og það kom í ljós síðasta haust en það voru fyrirvarar í því samkomulagi. Þess vegna styð ég það að það verði, þessi tillaga verði samþykkt og það verði
þetta unnið þannig að allir svona annmarkar verði teknir í burtu þannig að þetta sé kristaltært. Ég aftur á móti ítreka bara það sem ég sagði, allt þetta hefði alveg verið hægt að semja og tala sig út í gegn með fyrra samkomulagi. Takk. Fleiri sem ég ræða þessa tillögu? Fjármáli, Varnarhús. Við erum afleiddum valkostum. Við erum í þannig stöðu að bótaskylda okkar sjálfsagt einhver. Hún kannski ekki að fullu eins og tilboðshafinn að leggja fram. Verðist lendingin oft, sérstaklega fyrir sveitarfélög, það hvernig meirihlutinn hér í sveitarfélög hefur unnið þetta muni skaða okkur fjárhagslega, þetta muni líka skaða orðsporið okkar út á við. Ég vona svo sannarlega að ég hafi rangt fyrir mér og ég mun alveg geta komið hér upp síðan á þessu ári eða hvenær sem á kjörtímabilinu og éti það þó ofan í mig ef ég hef rangt fyrir mér og gerir það ráð fyrir ef ég gera ekki sjálfur að ég verði þá bara minntur á það. Ég einfaldlega bara að tala um það sem ég óttast. Eins og ég segi það, mér finnst valkostirnir eru rosalega vondir og það erfitt að segja hvað maður er að gera í þessu. Þessi gatnamót þar sem við virkilega höfðum einhverja valkosti, við erum komið fram hjá þeim, við svolítið verið að koma bara niður frá blindgötu, þar sem við höfum kannski fáa valkosti. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls? Ragnar. Hluti á fundargestir. Ég tel að það verði langbest að við förum bara dómsmálaleiðina ef að Arnór er óskert því. Það verður skýrasta og hreinasta niðurstaða með, hvað maður að segja, það verður ekkert ef og kannski. Þá er það hlutinni rétt. Fleiri sem vilja taka til máls? Pálmi. Ágætu fundamenn. Ég þau ekki fengið svolítið nánari útskýringar á þessum kröfum og við þurfum að hafna þessu og kafta þessu eitthvað út í einhvern meira áttar kostnað. Ég get ekki séð betur en að stór partur af þessu er dagsettar áður en tilboð er samþykkt og síðan áfram eftir að tilboð stoppaði eða samningur var stoppaður. Þannig að stór partur af þessu tölu liggur sko fyrir samþykkt tilboð og síðan í sumar þegar allt var í lausu lofti. Þá leggur hann breytingartillögu komið. Ég myndi vilja fresta þessu. Þá er hér breytingartillögu að fresta þessar tillögur frá byggðarráði. Þessum eru samþykki þeirri breytingartillögu gefur merki. Þessum eru á móti. Einn situr hjá. Fellur tillaga á öllum atkvæðum. Göngum til atkvæða tillögu byggðarráðs. Þessum eru samþykki þeirri tillögu. Þessum eru á móti. Tveir sitja hjá og samþykkt. Þá gangum við til dagskrárliðs 4, það er beiðni styrk til sitt foreldrafélags Auðaskóla. En foreldrafélag Auðaskóla hefur sótt styrk að upp á 450.000 krónur. Við viljum ræða þetta mál. Kristján. Þetta er góða fundamenn. Í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir styrk til foreldrafélags Auðaskóla að upphæð 400.000 og ég upplýsti formann félagsins það í tölvupóstsamskiptum fyrir nokkru. Upphæðin
sem að lögð fram svo kemur 450.000 og það sem lagt hér fyrir. Bara það mín tillaga að Borgarafélaginu verði veittur styrkur að eitthvað 400.000 í samræmi við fjárhagsáætlun og en jafnframt vegna þess að og í ljósi samþykktar sveitarstjórnar á fundi sínum í október þar sem að kveðið á að ekki séu veittir styrkir til félaga sem eru að vinna með börnum og ungmennum nema að það liggi fyrir siðareglur viðkomandi félags að þá sé það forsenda að áður en styrkurinn verði greiddur út að þá leggi félagið fram þessar siðareglur. Þannig að já, þetta sem sagt Sem vilja ræða þessa tillögu sérstaklega. Takk fyrir þessu engin hljóðs. Þau sem eru samþykkir þessara tillögu gefa merki. Sem samþykkt samhliða. Þá næst mál nr. 5, það ungmennaráð Dalabyggðar, mál nr. 1810 og 18. Þetta mál sem var tekið fyrir á fundi fræðslunefndar 22. febrúar. Og sem búið að fræðslunefnd staðfestur var ungmenni ungmennaráð, en eftir að ungmenni sitja í ráðinu, það Ártís Lilja Kristjánsdóttir, Hólmfríður Tanja Steingrímsdóttir, Soffía Kristjánsdóttir og Sigurdís Katla Jónsdóttir. Og sveitarstjórn hafa þá staðfest að skipun ungmennaráð, einhverjir vilja ræða þessa skipun sérstaklega. Svo virðist ekki vera, þeir sem eru samþykkir skipun þessara fjögurra einstaklinga í ungmennaráð Dalabyggðar gefa merki. Það samþykkt samhliða. Þá mál nr. 6, það umsókn frá Björgunarsveitin Ósk styrk vegna fasteignagjalda 2019. En Björgunarsveitin hefur það kom fyrir á fundi Byggðarráðs 11. mars. Björgunarsveitin hefur sótt styrk vegna fasteignaskatts og það var samþykkt í Byggðarráðinu fyrir að vera ásetningu til skilað og það það ásetningu liggur hér fyrir í fundargögnum. Til samræmis við styrkum frá hérna áðan varðandi það reglur sem að setja voru hér á fundi í október þá fylgir Björgunarsveitin Ósk reglum landsbjargar í þeim málum. Þeir sem vilja ræða þessa tillögu sérstaklega. Þess engin hljóðs. Þeir sem samþykkir því að við veitum Björgunarsveitin Ósk styrk vegna fasteignaskatts gefur merki. Það samþykkt samhliða. Þá hér mál nr. 7. Það Dalaveitur, framkvæmdir 2019. Fjarskiptasjóði var tókum þetta fyrir aukafundi 27. febrúar síðastliðinn og við höfum svarað tilboði sjóðsins. En á stjórnarfundi í Dalaveitum 11. mars síðastliðinn var stefnt að því að ljúka framkvæmdum núna á árinu 2019. Það vilja ræða þetta mál sérstaklega, Kristján. Tilboða fundarmenn, að því að formaður stjórnar Dalaveitna ekki á fundinum, þá áttum við bara að útskýra svona í stuttu máli rökin fyrir þessari breytingu og þau eru komin meðal annars í kjölfar samtals við fjarskiptasjóð í kringum verkefni. Það lá sem sagt fyrir tilboði sem að sveitarstjórn samþykkti síðast að það væru 17 milljónir sem að kæmu í styrk og síðan 12 milljónir í byggðastyrk og þessar 17 milljónir í styrk því var skipt á 2 ár. Og jafnframt staðan hjá okkur svo að það ennþá töluvert af styrkjónum vegna 2017 og 18 ógreitt vegna þess að við höfum ekki fengið nema hluta af þeim að því að þeir hafa miðast við að það væri búið að tengja ákveðið hlutfall.
Og loks hefur það verið þannig að óvissan í þessari framkvæmd, það hefur vissulega haft áhrif á niðurstöðuna, það hefur haft áhrif á það hversu mikið fjármagn fór í verkefnið. Óvissan hefur alfarið verið sveitarfélagsins megin. En í ljósi þess í fyrsta lagi að Fjarskiptasjóður hefur gefið vilyrði það að í samningi að þá verði þessi óvissa minnkuð, þar að segja að hún verði ekki hjá sveitarfélaginu nema þá allavega ekki að öllu leyti eins og hún er í dag. Í öðru lagi vilyrði fyrir því að við getum fengið næsta hluta af styrknum vegna 2017-18 greiddan, þrátt fyrir að við séum ekki búin að tengja hlutfallið sem var miðað upphaflega, en í ljósi þess að það er búið að plægja allt niður nema út inn í Bólastað. Og síðan í ljósi þess að við teljum okkur að við munum geta fengið þessar 12 milljónir styrk að fullu greiddan á þessu ári, og að það sem að fellur til styrka á árinu 2020 að það getur verið greitt strax í byrjun næsta árs. Að þá, og fyrir utan það að það eru þetta ákveðið hagræði í því að vinna allt verkið í einu, þá taldi stjórn Dalaveitna það vera vænlegri nálgun að miða við að það yrði öll plæging niður á strengnum unnin á þessu ári. Takk fyrir þessi lengi ljós. Þá er göngum til atkvæði þessa tillögu að ljúka framkvæmdum Dalaveitna þessu ári, þar sem samþykki þingið með. Það er samþykkt samhliða. Nú er mál númer 8 á dagskrá, það er aldurstakmark á skemmtanir í húsnæði Dalabyggðar. Þetta mál hefur verið til umræðu á undanfarna fundum og fyrsta fundi var þessu vísað til umsagnar með nokkrum aðilum og það borist til nokkur bréf. Ykkur sérlega ræða þetta mál sérstaklega, Ragnheiður, Einar næstur. Aldurstakmark 18 ára á dansleiki og skemmtanir í húsnæði Dalabyggðar. Mér hefði fundist alveg rosalega flott ef það væri þannig að foreldrar og forráðamenn fylgdu börnunum sínum á þessar skemmtanir. Þetta væri svona eins og einhvers konar æfingarafstur. En í lögunum þar kveður á að börnum, eða þeim sem eru yngri en 18 ára, er óheimilt dvöl á veitingastöðum og stöðum sem eru með áfengisleyfi eftir kl. 22:30 og fram til lokunarstaðarins í Reykjavík með foreldrum sínum, forsjáraðilum, ættingjum, maka, 18 ára eða eldri. Þetta er bara svo ofboðslega víðtækt og það verður bara enginn vinnandi vegur að fylgja þessu eftir. Þess vegna ætla ég að bera fram tillögu sem er á þá leið að umræðu aldurstakmark á dansleiki og skemmtanir í húsnæði Dalabyggðar verði vísað frá þar sem lög númer 85/2007 1. grein eru svo víðtæk að illt mögulegt er að framfylgja aldurstakmarki. Það gefa Einari væri á tjá sig að koma á dagskrártillaga. Fá ekki tjásu tillögu? Nei, dagskrártillögur ránum það. Oddviti, ágættu fundamenn. Ég ætla nú eiginlega varla að trúa því að það sé verið að leggja fram dagskrártillögu hérna undir þessum lið. Sérstaklega frá manneskju sem hún að lýsa því yfir hér á fundi að hún myndi samþykkja 18 ára.
það er eitthvað sem ég undirbúi mig nú fyrir þess að fundi nokkuð vel og stundum ger ég ráð fyrir sko nokkrum útkomum. Ég átti alls ekki von á þessu. Sérstaklega í ljósi þess að ég veit að varaoddviti var í sambandi við umboðsmann barna og það eru gögn inn í gáttinn okkar sem snúa að þessu. Ég sendi líka þangað inn og mér sýndist þegar ég las þetta yfir að hún hafi fengið hluta af þessu sama og ég fékk. Með leyfi oddvita þá ætla ég nú að lesa smá brot af því sem ég fékk sent. Það ber að líta til þess að sveitarfélög hafa sérstökum skyldum að gegna gagnvart börnum og ungmennum sem á jafnframt við skipulagningu og framkvæmd viðburða og skemmtana sem sveitarfélög stendur að. Til að mynda hvílir svo skylda á sveitarfélögum að tryggja þroskvænleg uppeldisskilyrði barna og ungmenna samkvæmt 1. málsgrein laga félagsþjónustu sveitarfélaga númer 40 frá 1991. Þá félagsmálanefndum sveitarfélaga skylt samkvæmt 30. grein sömu laga að gæta velfarnaðar og hagsmuna barna og ungmenna í hvívetna og tryggja að aðbúnaði þeirra sé ekki áfátt og ekki séu þær aðstæður í umhverfi þeirra sem stafar hætta af. Af öllum þeim undirbúningi og öllu því sem ég hef garfað í þessu máli, þá megin inntakið í þessu að þetta forvarnarmál, númer 1, 2 og 3. Það búið að vinna þetta mál ofboðslega vel. Ég held að fá mál síðan við komumst til valda hérna, það fengið jafnmikla umræðu, víðsvegar í sveitarfélaginu. Við erum búin að fá álit nokkurra aðila. Sveitarfélaginu hins vegar skýrt að vera með sína hluti á tæru. Það engin forræðishyggja eða neitt sem liggur á bakvið þessari tillögu. Landslög eru hins vegar alveg skýr. Foreldrar eða forráðamenn geta mætt með 16 til 18 ára, þess vegna yngri börn á þessar samkomur. Og það verður áfram þannig þó að þessi tillaga verði samþykkt. Að mínu mati bara miklu eðlilegra að meginreglan sé 18 ára og þá séu það þeir foreldrar sem vilja ekki fara eftir því. Þá það þeirra ákvörðun að taka þessi börn með sér og þá erum við líka, þá liggur ábyrgðin alveg kýrskýrt hjá forsjáraðalum, eða forráðamönnum og foreldrum. Þá sveitarfélagið ekki komið í, þá grundvallarmunur á ábyrgð og eftirlitsskyldu á svona samkomum. Fyrir utan bara hvað þetta segir út á við. Það búið að falla ýmis orð hérna í þessari umræðu á mörgum fundum. Ein svo að foreldrar eiga bara geta sagt nei við börnin sín. Mér finnst frekar að við eigum að styðja þá foreldra, þannig þeir þurfi ekki að segja nei, en þeir foreldrar sem segja já, þeir mega hvort þið taka börnin sín með á þessar samkomur. Ég einstaklega ánægður með hvað hefur skapast mikil umræða þetta. Og kannski eins og ég er búinn að fara yfir, ég held að sé samt einhver misskilningur í gangi með einhvern tilgang af þessu. Vissulega vinn ég í skólanum og ég get alveg sagt að í öll þessi ár sem ég hef verið hérna, mér hefur þótt engar skrítið að fara á svona samkomur og vera innan nemendur mína. En það ekki raunverulegur tilgangur þess að ég lagði þetta upphaflega inn í félagsmála. Þess bara geta að þetta búið að fá réttláta meðferð. Það eina fastanefndu sveitarfélagsins leggur þetta til. Við erum búin að skoða þetta. Þar inni vann með þeim þetta menntaður aðili á þessu sviði, fagaðili, sem hefur ára ef ekki áratuga reynslu þarna. Ég eiginlega trúi því ekki ennþá og ég ætla að vona að varaoddviti dragi þessa dagskrártillögu tilbaka eða þá að minnstakosti að við fellum hana. Ég held að senda alveg úsalega slæm skilaboð eftir alla þessa vinnu að við þorum síðan ekki að taka þessa ákvörðun. Ég hef reynt að forðast að tala þetta mál af einhverjum svakalegum tilfinningaþunga því mér finnst þetta bara algjörlega borðleggjandi
og sko ekkert nema skynsemi í mínum huga að gera þetta. Og eins og ég segi, ég bara ítreka það, ég vona að vararáðuneyti dragi þessar tillögur tilbaka og frekar þá að fleiri við þetta borð blandi sér það bara í umræðuna og menn, sko, ég held ég að útskýrta ágætlega á það er ekkert verið að stoppa þessa örfáu aðila hér í sveitarfélaginu sem hafa haft sér frammi og vilja geta tekið þessi ungmenni með sér á þessu samkomur. Og það var ekki tilgangurinn með þessu. Takk fyrir þessu. Ég ætla að víkja aðeins frá fundarskrifstofu og ekki taka dagskrártillöguna til afgreiðslu strax. Ég ætla að gefa öðrum færi á að tjá sig. Svona. Oddviti og aðrir fundamenn. Ég hef hugsað þetta mál mjög mikið og rætt það við vini og fjölskyldu og aðra sem hafa komið og vilja ræða þetta við mig. Ég vil segja mína skoðun sem varamaður í sveitarstjórn, sem verðandi foreldri, sem einstaklingur sem hefur unnið ýmis störf tengd börnum og ungmennum, sem einstaklingur sem hefur fengið að kynnast alkohólisma náið, sem íþróttafræðingur sem kynnir sér mikilvæg heilbrigðis lífstíls og sem einstaklingur sem hefur verið ábyrgðarmaður á 16 ára balli sem mér varst mjög erfitt að taka að mér. Að mínu mati snýst þetta mál skynsemi. Ég tel skynsamt að við séum ekki að bjóða upp á samkomur með 16 ára aldurstakmarki þar sem áfengi er haft hönd. Þetta snýst ekki það að ungmennin okkar sé að haga sér illa á böllum hér. Þetta snýst þetta að hvert ár skiptir máli þar sem ungmenni drekka ekki áfengi með tilliti til þroska, bæði líkamlegs og andlegs. Þessi böll tilvalinn vettvangur til að byrja að neyta áfengis. Við vitum það öll. Það eru margir sem benda á að það sé ekki selt, eða nota það áfengi, að það nú ekki selt áfengi, þá þetta kannski allt í lagi. En haldið virkilega að það sé ekki auðveldara að velja sér úr einum af þessum mörgu pokum sem leynast undir eða ofan á borðunum, heldur að fara á barinn þar sem starfsmaður þarf að afgreiða. Ég nota þetta fræga ef eitthvað gerist í rökræðum þetta mál. Hvað ungmenni, löglegt barn, verði fyrir alvarlegu áreiti, alvarlegri líkamsárás á svona skemmtum sem sveitarfélagið búið að skrifa upp á og farið með styðja. Mér finnst þetta ef flækjast fyrir mörgum og segir fólkum að það sé ekkert hægt að segja ef. Það hefur aldrei neitt gerst, þetta var svo viðvitum. Líklega get ég því miður notað orðið þegar í stað ef í þessu tilfelli, það er ef þessu verður ekki breytt. Samfélagið, eða lög og reglur í landinu, taka oft fram fyrir hendurnar á foreldrum. Börn eiga að sækja skóla, börn eiga að fylgja útivistarreglum, ungmenni mega ekki fá bílpróf fyrir þau eru 17 ára, þau mega ekki kaupa eða neyta áfengis fyrir þau eru 20 ára. Ég styð það að aldurstakmark og dansleikis og skemmtanir í húsnæði í eigu Dalabyggðar, þar sem áfengi er haft hönd, verði 18 ára. Sama gildir hvort sem eignarhald húsnæðis er að fullu á hendi Dalabyggðar eða sameiginlegt með öðrum aðilum eins og tillaga félagsmálanefndar. Ég get líklega að tala þetta mál endalaust, enda viðurkenni ég að þetta mér hjartans mál. En að lokum vil ég segja að ég tel það ekki aðeins vera það réttæðisstöðun að samþykkja tillöguna sem að félagsmálanefnd lagði fyrir. Þetta einnig það gáfaðasta og skynsamlegasta. Takk fyrir. Ragnar. Ég vil bara segja það, mér alls ekkert sama þessi börn og ég held að ég geti fullyrt að börnin hægist oft betur heldur en fullorðna fólki. Það sem ég get samt ekki alveg sætt við það að það eru foreldrar, forsjáraðilar, ættingjar eða maka 18 ára eldri.
Hvernig eiga dýravörslumenn og aðrir sem eru með eftirlit á þessum stöðum, hvernig eiga það að framfylgja þessu? Ættingi, er það eitthvað sem tengist þér í Íslendingabók eða hvernig í ósköpunum á að vera hægt að framfylgja þessu? Ég myndi ekki treysta mér til þess, en ítreka það að börn undir 18 ára aldri eru alltaf fyrst og síðast á ábyrgð foreldra. Ef ekki foreldra, þá allavega forsjárhafa. Ég treysti mér ekki til þess að framfylgja þessu þegar lögin eru svona óbúslega víðtæk. Hvernig ætlum við að vita það þegar krakki kemur labbandi í dyrnar á Dalabúð og er með frænku sinni? Við getum ekki passað með það. Ég ætla ekki að reyna það eins. Fleiri sem ég takk máls, Einar. Ágætu fundarmenn. Ég var nú að vonast til þess að varaoddvitinn myndi nota tækifærið og koma hérna aftur upp og myndi draga þessa tillögu tilbaka. Fyrir mér hér hafa verið viðhafðar ákveðnar svona vinnureglur á þorrablótum þar sem að ólögráða einstaklingar hafa þurft að vera með forsvarsmanni og ég veit ekki annað en að það hafi gefist vel. Ég óttast það ekki þó að við samþykkjum þessar tillögur eins og hann liggur fyrir að við getum síðan ekki bætt við hana einhverju svona vinnureglum eða einhverju reglu með hver það er raunverulega. Af því að megin tilgangurinn með þessu er að þetta sé 18 ára. Að það sé í raun og ekki 15, 16 og 17 ára ungmenni á þessum skemmtum. En ef einhverjir nokkrir foreldrar kjósa það að taka þessa aðila með sér á þá sérstaklega þessi þorrablót sem eru hérna, þá held ég að ég trúi því ekki að það verði vandamál. Það kannski segir ýmislegt það að alveg svo Svönu, þetta ristir aðeins hjá mér, þetta mál. Ég er hérna með nokkrar blaðsíður þétt skrifaðar af hinum og þessum punktum sem ég geti talað og ég geti talað þetta mál fram að kvöldblað. Í mínum huga, þá finnst mér að algjörlega, bara sem foreldri, þá finnst mér að í raun og veru, bara persónlega, alls ekki passa að nemendur í grunnskóla geti mætt á svona samkomur. Bara langt frá því, að það sé yfir höfuð í lagi. Forvarnargildið er alveg skýrt og það væri hægt að styðja það hér með fjölda rannsókna. Nágrannasveitarfélög okkar hafa verið að stíga þessi skref. Þetta var gert á Reykhólum, þeir hafa lent kannski einhverju smá mótlæti með einhverju ákveðna þætti en þeir hafa staðið við þetta. Því að ef fólk ætlar annað að samþykkja það að hér verði áfram haldin flöskuböll, þá hlýtur þetta fólk, sama fólk, að vera tilbúið að gúddera það eða samþykkja það að þetta sé meginreglun. Að því muni finnast í lagi að fara með börnin sín á svona samkomur í Reykjavík. En annars staðar, á öðrum þéttbýlisstöðum. Og bara til að vekja athygli á því, ég hef nú ekki gert nákvæm út þetta, en það eru örfáir staðir sem að leyfa þetta ennþá á Íslandi. Það eru ekki margir staðir hérna sem að leyfa 16 ára börn. Og vandamálin, eins og ég ítreki það aftur, eru ekki þorrablótin. Vandamálin eru flöskuböllin. Þau eru þessi stökuböll þar sem að við erum að fá fullt af fólki, hérna jafnvel aðkomufólk, og þessi böll þau standa ekki að falla með það hvort að 16 ára ungmenni úr nágrannasveitarfélögum hafi vettvang til þess að koma hér og detti í það. Ég vil ekki sjá það 2019 að Dalabýr sé þekkt fyrir það. Ef og þegar ég kannski nýtt þeirra sérstöðu hérna á þetta borð að ég hef staðið fyrir svona samkomum, ég hef unnið sem dyravörður, ég hef líka unnið í lögreglunni og fjölda af þessum samkomum. Það gerist bara ótrúlega margt á þessum samkomum sem hvergi kemur fram. Og það er bara heilmikill munur á því, þó séum foreldrar, við getum verndað börnin okkar, en inn á svona samkomum
þá sjá þau og upplifa ýmsa hluti, þó þau upplifa jafnvel ekki, þau kannski nota ekki áfengi, en þau geta orðið vitni að ansi mörgum hlutum og þá bara getur verið mikill munur á því að vera 15 ára eða 18 ára. Ég verð líka að viðurkenna það að ég átti alls ekki von á því þegar ég lagði fram þessa tillögu í september inn í félagsmálanefnd að hún myndi skapa svona mikið umtal. Mér fannst þetta að vera bara svo mikil skynsemi og ég held að þetta myndi bara fljúga í gegn. Það er gott samt að fólk hafi skoðun á þessu. Ég fékk ýmsa punkta frá umboðsmanni barna. Einn af þeim, þar sem áréttað sérstaklega með leyfi oddvita í ákvæðum barnaverndarlaga 80. grein frá 2002, önnur málsgrein, að hver sá sem hvetur barn til hegðunar sem stefnir heilsu og þroska þess í alvarlega hættu, svo sem áfengisneyslu, skal sæta sektum eða fangelsi allt að 4 árum. Ég hef reyndar aldrei heyrt til þess að þessu hafi verið beitt svona. En það sýnir samt hvað löggjafinn álítur þetta alvarlegt, að það séu þessi sektarákvæði í því bara fyrir það að gefa barni áfengi. Eitt af því sem við kannski fengið lítinn hljómgrunn í þessu máli er við setjum þetta upp sem forvarnir. Við erum líka að vernda þá sem eru 18 ára og eldri með því að það séu ekki ungmenni á svona skemmtum. Ef aðili réttir ólögráða einstakling áfengi, það tekur þetta einhver upp á síma eins og það er orðið í dag. Viðkomandi aðili, hann vissi ekki betur. Það voru hrein og klár mistök af hans hálfu. En þetta gæti þýtt alveg ofboðsleg vandamál fyrir viðkomandi. Ég veit alveg að það er þetta stóra ef og þetta hefur ekki gerst og eitthvað svona, en það er náttúrulega bara tímaspursmál. Síðan ég kom hérna, ég kom að vera í 17 ár, þessar hefðir hér, þær eru flottar. Þorrablótin hérna eru frábær skemmtun, ég hef náð að fara á þau flesta staðina, annarkvort sem gestur eða sem starfsmaður í vinnu. Ég held að þetta muni ekki skemma þessa frábæru hefð sem er hér, að við breytum þessi ákvæðum. Þetta mun aftur á móti taka af hennan vafa og þessa erfiðleika fyrir þessar nefndir. Nú þegar, það er bara orðið staðreyndin, þó að það hafi verið flöskuböll hérna, þau standa varla undir sér fjárhagslega þó það sé 16 ára. Ég vil leyfa mér að efast það eða leyfa mér að segja það geti alveg hugsast að séu meiri líkur á svona samkomur standa undir sér einmitt ef það er 18 ára aldurstakmark. Það eru fjölmargir sem kæra sig ekki að mæta á samkomur þar sem ólögráða einstaklingar mega vera með í skjóli leyfis frá sveitarfélaginu. Ég vona innilega að við klárum bara þetta mál hérna núna eftir og ég held að þó það séu einhverjar nokkrar óánægjuraddir hérna út í samfélaginu með það að þetta hugsanlega fari í gegn, þá held ég að sé yfirgnæfandi meirihluti íbúa sem verði mjög ánægður ef við getum setja þessa reglu. Takk. Takk fyrir máls. Ég hef ekki tjáð mig sjálfur mikið um mál, ætla kannski að nota tækifærið núna. Þegar þetta mál kemur til afgreiðslu hér og hvernig sama hver tillagan er, þá mun ég sjálfur ekki greiða atkvæði. Einfaldlega vegna þess að ég bara komst að það niðurstöðu að það er ekki tilgangur sveitarfélags að setja reglur með þess að. Það er skýrt í reglugerð að ungmennum er alltaf heimilt að fara inn á svona skemmtanir í fylgd með forráðamönnum. En síðan er hlutur sem hefur ekki verið nefndur hér áður. Það er lögreglusamþykkt ákvæði frá árinu 2016. Heilmikið plagg sem samþykktir fyrir 3 árum. Það stendur skýrt í 28. grein. Skemmtun sem sendur aðgangur að og eigi halda nema fengu leyfi lögreglustjóra og með þeim skilmálum sem hann setur. Í leyfi lögreglustjóra skal kveða á aldurstakmarkaða skemmtun. Miðað skal við fæðingarár en ekki fæðingardag. Ég lít bara þannig á að það er ákvarðið í valdi lögreglunar að ákveða þetta aldurstakmark á að vera hér á skemmtanir. Menn hafa hér hlaupið upp til hand og fóta út af þessu. Ég hef sjálfur starfað í félagi sauðfjárbænda í Dölum og haldið hér skemmtanir á haustvagninni.
Það erfiðleikar að halda þessi 16 ára börn. Ég get alveg stutt að þetta verður 18 ára, en ég sé ekki þessi tilgang sveitarfélagsins að setja þessar reglur. Fleiri sem vilja tjá sig. Svo virðist ekki vera, þá tökum við fyrst tillögu Ragnheiðar dagskrártillögu sem svo hljóðandi að umræðu mat og skapað dansleiki og skemmtanir í húsnæði Dalabæjar verði vísað frá þessum lögum 85/2007, 5. grein, eru svo viðtæk að illmögulegt að framfylgja afturtakmarkinu. Þeir sem samþykki þessari tillögu gefi merki. Þeir sem á móti. Hún felld með 4 atkvæðum gegn 2 og sjálfur sitja hjá. Þá væntanlega næst að taka til afgreiðslu tillögu félagsmálanefndar sem svo hljóðandi að félagsmálanefnd leggur til sveitarstjórn að aldurstakmark á dansleiki og skemmtanir í húsnæði í eigu Dalabæjar þar sem áfengi haft hönd verði 18 ára. Sama gildir hvort eignarhald húsnæðis á fullu á hendi Dalabæjar eða sameiginlegt með öðrum aðilum. Einhvern sem vilja ræða þessa tillögu sérstaklega. Þess vegna samþykki þessari tillögu gefur ekki. Þess sem á móti. Hún samþykkt með 4 atkvæðum gegn 2 og sjálfur sitja hjá. Þá næsta mál á dagskrá. Mál nr. 9, það iðnaðarsvæðið við Vindlönd á jörðinni Sólheimum. Mál nr. 19.02.037. Þetta mál frá 91. fundi umhverfis- og skipulagsnefndar þann 8. mars og snýr að því að verði aðalskipulagsbreyting eða sem sagt aðalskipulagslýsing á fyrirhuguðum vindlundi á jörðinni Sólheimum. Það er samtalegt mál og þegar búið að samþykkja varðandi jörðina Sólhjálmstæði. Það er sennilega ræða þetta mál sérstaklega. Svo virðist það ekki vera. Þeir sem vilja sveitarstjórn þarf að staðfesta ákvörðun nefndarinnar. Þeir sem samþykkir afgreiðslu umhverfis- og skipulagsnefndar gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst mál nr. 10 sem er breytingar á aðalskipulagi vegna áætlaðs vindorkugarðs. Ég var reyndar að byrja á því ég lagði til hér við Kristján. Þetta var vegna áætlaðs vindorkugarðs. Það leita eftir samþykki fundarins að heiti málsins í málakerfinu verði breytt. Þannig að nafnlónin eftir að koma fram. Þannig að við erum með 2 svona verkefni í gangi. Þannig að það sé alltaf skipting þegar búið að verða til funda hvort málið er að fjalla. Þess að verður samþykki því að heiti málsins í málskrá sé breytt, þannig að verði í landi Sólhjálmstæði að koma aftast. Við erum samþykki því gefur merki. Það er samþykkt með breyttum atkvæðum. En þetta er líka frá fundi umhverfis- og skipulagsnefndar þann 8. mars og sveitarstjórn þarf að samþykkja þá ákvörðun skipulagsnefndar sem snýr fyrst og fremst að því að vera aðeins breyting á tímafrestum í orðalagi í skipulagslýsingu og jafnframt því að í greinargerð það verkefni komið fram að það sé sams konar verkefni í gangi á öðrum stað í sveitarfélaginu. Einhverjum sem vilja ræða þetta mál sérstaklega? Svo virðist ekki vera. Þeir sem geta staðfest ákvörðun umhverfis- og skipulags varðandi þetta mál gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er hér mál nr. 11, það er umsókn stofnun vegsvæðis og landi jarðarinnar Kvóts. En þetta er líka frá fundi umhverfis- og skipulagsnefndar. Það sem að Vegagerðin hefur óskað eftir stofna lóð varðandi vegsvæði og nýmæli þar sem verið að vinna í endurbótum eða nýframkvæmdum að stofna sérstaklega lóð utan vegsvæðið. Einhverjum sem vilja ræða þetta mál sérstaklega? Það kveður sér engin hljóðs. Þessum geta staðfest ákvörðun umhverfis- og skipulagsnefndar gefur merki. Það er samþykkt með öllum breyttum atkvæðum. Þá er hér mál nr. 12 á dagskrá, það er rekstur Silfurtúns 2019. En það liggur hér fyrir
úr fundargerð frá stjórnar Silfurtúns frá 5. mars, það sem var til umfjöllunar fundur með heilbrigðisráðherra 20. febrúar síðastliðinn. Þar var jafnframt óskað eftir fundi með hjúkrunarheimilinu Fellsenda eða minningarsjóðnum hugsanlegt samstarf Silfurtúns og Fellsenda, en eins var óskað eftir að samfélagsstjórn Silfurtúns að óska eftir 2 hvíldarinnlagnarrýmum og 1 dagrými. Við skulum ræða þetta mál sérstaklega. Takk fyrir þessu lengi hljós. Þá ber ég fyrst upp tillögu að sveitarstjórn samþykkir að óska eftir fundi með Fellsenda varðandi hugsanlegt samstarf hjúkrunarheimilisins Fellsenda og Silfurtúns. Þessum samþykkir þeirri tillögu gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Síðan ber ég tillögu að sveitarstjórn óski eftir 2 hvíldarinnlagnarrýmum á Silfurtún og 1 dagrými. Þessum samþykkir þeirri tillögu gefur merki. Hún samþykkt með öllum breyttum atkvæðum. Þá næst mál 13, það sameinuð almannavarnanefnd. Þetta frá fundi byggðarráðs þann 28. febrúar og snýr af því að það hefur verið ráðið starfsmaður fyrir almannavarnanefnd Vesturlands og byggðarráð samþykkti samhliða með fyrirvara þá viðauka 150.000 krónur sem kostnaðardaglega í þessu samstarfi starfsmann almannavarnanefnd. Við snýlega ræða þetta mál sérstaklega. Takk fyrir þessi reyngi hljóðs þeir sem eru samþykkir þessu gefverki. Það samþykkt samhliða. Þá næst mál 14, það einnig mál frá fundi byggðarráðs 28. febrúar. Það sem farið yfir umsókn í styrkveðarsjóð og yfirlit yfir framkvæmdir við ársins 2018. Og byggðarráð samþykkti að sækja 10,8 milljónir vegna styrkvega og þegar úthlutun liggi fyrir að þið auglýst eftir umsóknum í þá peninga sem koma í hlutalagar. Við skulum ræða þetta sérstaklega. Þess vegna samþykkir þessar ákveðu byggðarráðs gefverki. Nú samþykkt samhliða. Þá hér næst mál númer 15 skólaafstöð 2019-2022. Þetta mál var til umræðu í fræðslunefnd 22. febrúar síðastliðinn og þá kannski meira til kynningar sem ekki liggur fyrir í náttúrulega. Við skulum ræða þetta mál. Kristján. Til góða fundarmenn, ég ætla bara til að skýra því að hér eins og þetta sagði til kynningar umfjöllun úr fræðslunefnd. Því að sveitarstjórn vísa þessu til fræðslunefndar. Málið síðan enn til umfjöllunar í byggðarráði og kemur það væntanlega inn á næsta sveitarstjórnarfund. Þannig að þess vegna ekkert sem sagt í fundarboðinu hér til umfjöllunar frá byggðarráði. Þú séu ekki að ræða þetta mál frekar innan. Ágætu fundarmenn. Kannski kom fram hjá mér síðast þegar þetta var rætt og ég fagnaði bara að það sé verið að vinna þetta vel og heyra í öllum aðilum. Ég kannski bara vil ítreka það að ég efasemdur það að útboð sé endilega besta leiðin í þessu. Og í raun og veru ég á móti því að þetta fari í útboð. Ég held að það væri farsælla að bjóða út að auglýsa bara hverja leið fyrir sig, að það væri betri leið. Mér skilst að síðast þegar það var skoðað hér að fara í útboð að það hafi menn svona gert lauslega könnun á þessu hjá einhverjum sveitarfélögum og ansi oft hefur þetta leitt til kostnaðar auka fyrir sveitarfélögum þegar það útboðir. Þannig að ég held að við getum verið í betri stöðu ef við auglýsum hverja leið fyrir sig og ég bara viðurkenna það, ég er bara spenntur að vita í raun hvaða tillögur byggðarráð mun skila af sér fyrir næsta fundi. Takk. Fleiri vilja taka til máls? Þú verður það ekki vera, það ekki til formlega til afgreiðslu. Þá næst
mál sem var bætt á dagskrá breytingar á lögum um náttúruvernd sem er núna í samráðsgátt stjórnvalda og frestur til að skila inn umsókn til 17. mars. Ég sem óskaði eftir því sjálfur að það mál verði tekið á dagskrá en þessar breytingar sem að fyrirhugað eru á lögunum eru í kynningu sagðar til þess að styrkja almannarétt einstaklinga sem ferðast óræktuð eignarlandi byggð og sjálfur finnst mér þarna vera bara ýmis spurningamerki á lofti þannig að full ástæða til þess að við veitum hér athugasemd. Svona ýmislegt sem þarna kemur fram orðalega er óskýrt, það þyrfti þá að vera skýrara. Eins yrði þetta þá allavega hamlandi fyrir mjög marga bændur hér í þessu sveitarfélagi sem stunda atvinnustarfsemi.
Þá eru hér mál til kynningar. Nei, það er fundargerð Sortfjörðar Vesturlands, fundargerð sem er lögð fram til kynningar. Það er þessi hengið hljóð. Svo er fundargerð aðalfundar Veiðifélags Laxár í Hvammsvík, 2. mars 2019, lögð fram til kynningar. Síðan er það mál 27, það er aðalfundur Sambandssveitarfélaga á Vesturlandi sem verður haldinn 3. apríl. Það er hér vegna aðalfundar sem er lagt fram. Búin að kjósa fulltrúa á fundinn síðasta sumar. Síðan er fundarboð aðalfunds Ánægðs sveitarfélaga 2019 sem er haldinn 29. mars næstkomandi. Og svo að lokum er það hér skýrsla frá sveitarstjóra. Velkomna fyrst að sveitarfélaga. Góða fundarmenn, ég ætla sjálfsögðu ekki að ræða sérstaklega þá punkta sem koma fram í minnisblaðinu. Ég langaði bara að nota þetta tækifæri til að ítreka það að eins og nefnt í minnisblaðinu þá erum við að auglýsa eftir fólki núna í ýmsu störf, bæði sumarstörf og framtíðarstörf og ég verður umsóknarfresturinn þessi störf rennur út á mánudaginn, eftir mánudaginn. Ég langaði bara að nota þetta tækifæri til að vekja athygli á þessu og náttúrulega líka til að ítreka það ef við ekki fáum fólk í þessu störf að þá eru verkefni sem að munu bara ekki komast í framkvæmd eins og þessar framkvæmdir sem að við áætlum núna í sumar og sérstaklega hef ég áhyggjur af því að þá sé ekki hægt að sinna á nægilega virkan hátt þessu innra eftirliti með framkvæmdum sem að þarf að vera í lagi og einmitt bent á hjá endurskoðendum að hefði þurft að sinna betur þannig að við berum fagnaði endilega að hvetja fólk frá sækjum. Þá er þessi dagskrá tæmd. Áður en við gerum fundar hér þá er samkvæmt fundarsköpun Dalabyggðar og reglulegur fundur að vera á 5. dag í mánuði. Fundartími í apríl væri þá 5. daginn 11. apríl. Þannig háttað að 11. apríl verður líka árshátíð í Aðalskóla. Ég tel óvægt að því sveitarstjórnarfundur á sama tíma árshátíðin er fram. Og ég geri það tillögu minni að reglulegur fundartími sveitarstjórnar í apríl verði miðvikudaginn 10. apríl sem að geta samþykkt þeirri tillögu gerum ekki. Hún er samþykkt samhliða. Þá legg ég til að við gerum fundarhlé til þess að þegar við fara fundargerð og skrifa undir og ganga frá henni. Skoppa hér upp og þannig. Við býðum þetta.